Já, komið sæl, sýnir Egils heilsa á þessum ágæta sunnudegi. Hér á eftir verða hjá okkur 2 þingmenn þeirra stjórnarflokka, að tveimur af þeim flokkur sem að keppast núna við að mynda ríkisstjórn. En við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins. Það Helgi Seljan, rannsóknarblaðamaður. Já. María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttamaður og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB. María Sigrún líka rannsóknarblaðamaður. Nei, hún fjall á því, það var hafnað. Já, hún alltaf rannsóknarblaðamaður í mínum hugum allavega. Takk fyrir það. Já, heyrðu, það rétt, já, þér var bara ítt út úr því. Já. Ekki tristið þess. En heyrðu, ef við finnum hvaða mál skildi bera hæst núna? Það stjórnarmyndinu, væntanlega. Assad. Já, ætla að byrja á því. Nei, ég bara, þú veist, mér dattaði í hug. Það er ekkert að gerast, eða þessi stjórnarmyndun einhvern veginn. En mér finnst það að fylgjast með þessu, því það svona, þær eru rosa, hressar og að baka saman vöfflur og virðist vera, já, mikið stuð hjá þeim og maður heyrir svo sem ekkert annað en þessum flokkum þeirra en að það sé bara, þetta gangi, þú veist, ágætlega, það sem af en svo svona fullt af fólki sem tengist þeim ekki neitt, svona út allt að svona, nei, þetta gengur aldrei, þetta verður alveg, allir meðalveg bara brjálaðir yfir tjaknum, þetta mun aldrei ganga og eitthvað svona, þannig að það er svolítið áhugavert að fylgjast með þessu eins og verður andstæðingar eru náttúrulega eðlilega kannski að tala þetta niður eða þú veist að láta gera meira úr þessu. Ég held að, já, veist, ekki nema að sé láta plata svo svona mikið af þessum vöfflumyndum að þetta gangi. Talandi það, hvað 2013 þegar Sigmundur og Bjarni voru að mynda ríkisstjórnina, það fóru þeir í sumarbúst á Þingvöllum. Þau voru líka á Laugavatni. Já, þeir voru að baka, þeir bökuðu líka held ég. Já, Svandur Hólm var með, hún fræg fyrir hana pönnukökurnar síðan. Pönnukökurnar, já, hún auka hellur til þess að geta bakað á 2. Ég veit ekki hvort hún tók þær með sér til Ameríku, kannski. Örglega, strömbreyti með. Já, en heyrðu, höldum áfram með stjórnarmynduna. Mér finnst nú aldrei eins gaman í vinnunni eins og akkurat þegar það eru kosningar. Þú búin að vera á vettvangi? Ég er búin að vera á vettvangi, já, og ég kom nú inn þannig að þetta var svolítið merkilegt að ég er búin að vera í burtu alveg hálft ár og svo mæti ég þarna bara beint inn í þetta, kosningar og svo, þú veist, það er aldrei eins mikið að gera fréttastofu eins og þegar eru kosningar og líka þegar eru náttúruhamfarir og einhvern veginn þarna í nóvember kom bæði kosningarnar og eldgos og svo núna þessar stjórnarmynduna viðræður og þetta er mjög skemmtilegt og mér finnst óbúslega gaman að vera einhvern veginn svona nálægt þessu. Það er skemmtilegt að bara finna stemminguna, lesi í svipriðin og vera að finna, þú veist, bara atmóið af þeim þegar þeir eru að labba inn og út og milli þeir sem þeir tala við fjölmiðlafólk. Ég hef nokkra trú að þær klárið þetta. Ég held að sé gríðarlegur vilji hjá þeim til þess að landa þessu. En ég held enga síður að þetta sé erfitt og við erum að hljóta núna að ganga út af bara hvað þær eru tilbúnar að slá mikið af sínum kröfum. Ég held að það sé nokkuð ljóst og það er örugglega mest þarna þegar kemur að þessum efnahagsmálum og mér ást einmitt svolítið merkilegt á 50-daginn, þá var ég þarna í vinnunni og þá voru þær að funda þarna í Smiðju og það var svona völlur á þeim þarna morguninn og þær mættu þarna alveg með þandarbringur sko og þá voru þær að fara á fund með embættismönnum úr fjármálaráðuneytinu og það voru nú skólabræður mínir úr hagfræðinni og ég veit að þetta er þegar svona mannskapur kemur inn þá held ég að þetta er bara real talk sko. Þú veist, þarna hafa þær örugglega verið að reyna að átta sig á því hvað þær hafa stórt gólf til að dansa á og ég held að það hefði nú aldrei gert sér einhverja hugmyndur að þetta væri bara eitthvað eins og dansgólfi í Iðnó sko en ég held að það hefði kannski haft svona einhverja trú að getur verið að fara að dansa á myndaríkisstjórn á okkur svona meðalstóru stofugólfi. En ég held síðan eftir að funda þarna með þessum ráðgjöfum og þessum embættismönnum sem hafa náttúrulega bara ára reynslu af því að gera fjárlög að þá hafi þær bara að fatta, heyrðu, þetta er gestaklósett sem við höfum sko og ég held að núna snýst þið bara hvort það komst alltaf fyrir inn á þessu gestaklósti en ég held samt að þetta muni takast vegna þess að ef þetta tekst ekki þá held ég að við séum að fara að horfa fram á okkur stjórnarkreppu sem getur bara að vara hér vikum saman og jafnvel langt inn í nýja árið því að þetta er bara leikjafræðilega mjög erfitt að púsla þessu einhvern veginn öðruvísi saman svo að
Já, ég hef svona trúað að klára þetta og ég hefði líka á tilfinninguna að þær tvær, Kristrún og Inga, séu búin að mynda þetta bandalag. Þær munu standa saman ef að þetta gengur ekki upp. Og þetta bara svona svolítið held ég eins og Viðreisn hafi gert með Bjartri framtíð þegar var myndur ríkisstjórnin þarna sem lifði síðan 9 mánuði. Áskamla hana. Já, ég heldur nú ekki, þetta var bara svona einhver meðganga en ég held að þetta muni takast hjá þeim sko. En svo líka bara fólk, að ég náttúrulega millega sem maður að taka sér viðtöl og vinna úr því, þá maður bara stöðt að liggja svolítið í símanum og tala við fólk, reyna átt að segja á, það gerist svo ótrúlega margt bak við tjöldin þegar svona á sér stað. Þær segja þetta alltaf, þetta gengur vel og við erum bjartsinnar og við erum að fara að klára þetta en svo náttúrulega alveg, fullt að gerast innan þessara flokka. Við getum rétt ímyndað eitthvað sko. Ekki sama hrifningin alls staðar. Nei, og ég held til dæmis að það eru auðvitað örugglega einhver hægri öfl sko inn í Viðreisn sem eru held ég ekkert svona rosalega hress með þetta, En ég meina, heldur samt í alvörinni að þau séu sérstaklega eftir það sem að gerist núna í vikunni og allt það sem að þau séu, jafnvel þó að séu ykkur hægri öfl þar, að þau séu eitthvað svag fyrir því að fara að vinna með Sjálfstæðisflokknum? Nei, ég held nefnilega að þau gerir sér grein fyrir því að þarna líka, einhver pólitískur ómöguleiki þeim megin, sko. En enga síður held ég að Þorgerður Katrín, hvernig sem þetta alltaf fer, þá hún í algjörri lykilstöð, því ég fæ ekki séð hvernig hægt að mynda nokkra ríkisstjórn upp úr þessum tölu eða úr þessu sem kom upp úr kjörkossunum öðruvísi að hún sé þarna með og það segir mér að hún sennilega getur hún sennilega sú af þeim fremur sem svona þar minnst að slá af sínum kröfum. Þannig að þetta... Það mitt velta maður aðeins fyrir sér með að við niðurstöðu kosningar núna ef að Viðreisn færi í meirihluta með Sjálfstæðisflokknum og myndi ábyggla því það bara Viðreisn myndi þurrkast út næst eða það næst Ég held að það sé nú sporin hljóta að vera farin að hræða þegar heilust þeirra tvís á sínum stjórnmálaflokkar dáið eftir að hafa setið í ríkisstjórnum til forystu Bjarna Benediktssonar. Það svolítið svona orðið smá toxic. Já, þetta svona, það var einhvers að sagði að það væri svo að sofa í íspilni að vera með Sjálfstæðisflokknum og það líka alveg klárlega innan Sjálfstæðisflokksins bara fullt af fólki sem vill bara fara í stjórnarandstöðu og það alveg fólk þar sem bara spennt fyrir því að vera grimmt í stjórnarandstöðu og vinna fylgi tilbaka og svona, það er kvarnast úr sem flokki báðar áttir að málega segja, bæði til hægra og vinstri og margir sem skilgreina miðflokkin hægra megin við Sjálfstæðisflokkin og núna kannski ennþá meiri eftir að Sigríður Andersen fór þar yfir og svo kannski, það Viðreisn sem vinstra megin við og svo er það líka þannig, að það er ofta svona mikið verið að tala Bjarna Benediktsson og allt það, þetta er búið að vera svolítið svona sérstakt því að hann náttúrulega á sínum formannsferli búin að missa 3 varaformenn og Þorgerður sem fer og stofnar annan flokk sem nú í lykilstöðu í stjórnarmyndun og svo það Hanna Birna sem bara hættir og hættir öllu pólitísku starfi og svo Óli Nordal sem lést svo að ég held að þetta sé búið að vera bara þessi tími hefur erfið og þetta líka búið að vera sennilega svona, Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið reynt að vera allt fyrir alla og ég held að menn séu svona átt að segja á því að það er ekki að ganga upp. Ég tók viðtal í vikunni síðustu viku og Vilhjálmur Egilsson, hann sagði það að 2013 að þá var tekin meðvituð ákvörðun það í Sjálfstæðisflokknum að ýta Evrópusinnunum út þegar við verið bara að skemma flokkin og ýttu þeim út og hann sagðist alltaf saknað gamla Sjálfstæðisflokksins sem gat tíst hvoru tvekja en það væri bara ekki lengur til staðar, það er bara þeir tóku þannig ákvörðun bara þetta. En það var náttúrulega líka mjög dramatískt þegar Vilhjálmur Egilsson, náttúrulega hann var leiddi þessa framtíðanemnd eða þessa uppgjörsnemnd sem var síðan bara var múin að leggja á sig töluverða vinnu og ætlaði að fara í eitthvað uppgjör 2009 mætir á landsfundin og síðan bara skotin í hnakkan Davíð Oddssyni rétt á eftir þannig að það markaði líka svona, þá var komin svolítið lína í sandinn En líka samt í svona pólitísku landslæði þegar alltaf fjölga stjórnmálaflokkunum sem gefa kosta sér að þá veldur maður aðeins verður þá ekki að gera þá kröfu á flokkana að það sé meiri breidd að það sé meiri málamiðlun innan stjórnmálaflokkana áður en að kemur svo að þessu mómenti að því að ég meina við höfum náttúrulega séð það í stjórnarmyndunum vera með þetta býsna flókið Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega líka,
þannig að gera alls konar fyrir alla, ég meina það hefur náttúrulega bara verið í orði en ekki á borði, ég meina það fullt af fólki sem hefur fylgt Sjálfstæðisflokknum í áratugi sem finnst hann bara hafa verið orðin bara allt of þröngur sérhagsmuna að vinna fyrir einhverja sérstaka sérhagsmuni, bara örfá fyrirtæki, örfá einstaklinga sem að ráða og hann sé bara orðin svona eins og hæð þarna í Borgartúninu í lobbyhöllinni og ég meina það með rétt eða röngu, þá það upplifun margra og ég meina bara fólk sem hefur verið í forystusveit Sjálfstæðisflokksins undanfarna áratugi, bara viðurkenni það, flokkurinn bara, það er bara orðið til eitthvað svona spís hann var miklu skveraðari skilur þannig og þú veist, hvort sem að mönnum menn getur svo rifist það hvort hann hafi aktað þannig en ég meina, þú veist, það var mjög öflugt verkalýðsráðin í Sjálfstæðisflokknum og hann allavega spilaði leikinn skilur síðan náttúrulega og ég held að þetta sé náttúrulega svolítið þú veist kvótinn og varstaðan hann með réttu og röngu hefur það gefið þessa mynd ég held að sé margt til dæmis á síðasta kjörtímabili bara sem að veki líka spurningar, þú veist, bæði það hvernig einhvern veginn flokkurinn hjólaði það að taka upp eitthvað þykkjuna í samtökum iðnaðar eins og samtökum atvinnulífsins út í samkeppniseftirliti og svona kallaði þetta rannsókn sem var farið í á samkeppniseftirlitinu bara að beiðni Borgartúnsins í einu tilteknu máli sem að kom síðan í ljós að var bara fullkomlega innistæðalaus krafa og það svona, þú veist, ég held að það strjúki líka mörgum öfugt, af því það þráttur allt hvað sem mönnum finnst stofnun eins og samkeppniseftirlitið, að þá, ég meina það ekki beint eins og það sé einhver kommunísk stofnun, ég meina hún að gæta hagsmuna fleiri gegn færri, það bara í eðli málsins það þannig og það hefur bara eru margir sem að, þú veist, eru í atvinnulífinu og eru í svona milli stórum fyrirtækjum og svona sem bara upplifa það sé ekkert verið að þjóna þeirra hagsmunum af eftirlitsinnaðinum. Nei, ekki endilega eftirlitsinnaðinum, já, auðvitað, því þrýstingurinn á eftirlitsinnaðinum sé ekki að þetta sé eitthvað svona óbúslegt bákn sem að og kannski, og þeir upplifa það þannig, þessi milli stóru fyrirtæki, þessi litlu fyrirtæki, að þegar verið að styrkja allt eftirlit, þá beinist það fyrst og fremst og kostnaðurinn leggist á þessa litlu og meðalstóru. Það er alltaf þessi saga þú veist, þegar heilbrigðisyfirvöld einhvers staðar ákveða, það þarf að bæta við einum vask inn á alla veitingastæði. Þið getur rétt ímyndað ykkur hvort að það erfiðar að vera lítið veitingahús, eitthvað fjölskyldufyrirtæki að takast á við það, eða fyrirtæki eins og McDonald's sem bæti bara við einum vask inn í einhvern veginn þetta tilbúna módel sitt og allt þetta. Það er bara svona dæmi og þess vegna eru líka margir fyrirtækjaeigendur sem að upplifa þannig að þeir standa fram fyrir því að vera mjög ójafnri samkeppni, því það er náttúrulega ekki eins og við séum markaðin eru allir litlir og þeir sjá líka bara býta ok, ef að samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins og allt þetta eru að skammast í eftirlitsstofnunum sem að gæta að samkeppni og því að menn geti keppt á þessu markaði sem á að vera markmiði að ég meina þá eru þeir ekkert lengur og svo séu þeir að stjórnmálaflokkur eru að taka undir þessa þykju og þá er þetta líka kvarnast úr því. Smári, er þetta ekki með? Jú. Hvað er þið að ræða stjórnarmyndunina? Já. Stóramálið. Já, það hefur verið fréttir af þessu og myndir af þeim að koma saman og eins og eðlilegt er að þegar allir að leggja af stað að þá eru bara allir að vinka og skoða góðs gengis og með svona stemmingin yfir í fréttunum, þannig ég tók að mér svipað og Helgi var að benda á að segja að þetta nú kannski ekki alveg komið í höfn. Það er náttúrulega þarna ég er svona fyrirfram við hefum bara verið að hugsa þetta kannski fyrir 2 vikum að þá að ná saman Viðreisn og Flokki fólksins er næstu því ómögulegt með að við kosningalofórð þessara flokka og þannig að það er og þá er þetta spurning ekki síður samfylkingarinnar og Flokks fólksins ég meina nei, ég held að það er bara neymina og bara lofórðin sem að Flokku fólksins þú veist ef við tölum bara yfirlýsingarnar sem komið frá formannum í þessari kosningabaráttu. Ég veit ekki margar stjórnmálaflokkar sem að hefðu einhvern veginn orðið dús með að skella því inn í stjórnarsáttmála. Ég held að hún Inga Sæland sé tilbúin að lúffa mjög mikið. Hún var strax byrjað að lúffa bara daginn eftir þegar komið saman Sjónvarpsráð. Já, þú veist, þannig samlaðir, allt sem hún hefur svona, litla sem hún hefur sagt og hún er líka, þú veist, ég er búin að hlera fólk hann inn að bóra, þetta er náttúrulega svolítið líka
þú veist, eins og það hefur verið gagnrýnt að það sé ekki kannski mikill infrastruktúr í þessum flokki, menn að þau hafa ekkert verið að halda svona hvað það kallast landsfundi eitthvað, það er ekki, þetta er bara svolítið hún og stjórnar sem er mikið og það eru kostir og gallar í því. Ég held til dæmis að einhverju leyti er það kostur þegar kemur á svona erfiðum viðræður því að hún þarf ekki kannski endilega að fara með allt inn í eitthvað risa bakland sem er svona eitthvað marglaga system sem að þarf að, þú veist, sætta alla á áður en hún fer aftur á næsta fund, þú veist, ég held hún geti en ég held að líka getur þetta verið eldfimt og erfitt og jafnvel þó svo að þeim takist að klára þetta þá verður þetta svolítið sko, þú veist, þegar hún kannski fer og það er myndað þessa ríkisstjórn og það er búið að slá ábúslega af öllu saman svo byrjar, þú veist, tannhjólið og vélvirkið að rúlla, það má kannski ekkert mikið út að bregða, þú veist, að þá bara þú veist, það er eitt sem sagði, sko, já, það er erfitt ef landinu verið stjórnað með kökukefli Ingu Sæland og þetta er alveg svona, maður velti fyrir sér hvort að, þú veist, þetta eru kostur og gallar í þessu, að hafa svona lítinn infrastruktúr, það getur unnið með þér en svo getur það komið í bakið að líka, þú veist. Þessi flokkur er náttúrulega bara one man show og það er auðvitað bara mjög sérstakt og Inga hefur náttúrulega fengið alveg ofboðslegt fríspil í allri umræðu og það komið svolítið óvart fyrir kosningarna núna, því að það var vissuleiti líka 21 að þá lá alltaf í loftinu að, og sérstaklega var það staðfest með kosningunum 21 að Inga væri að fara að komast í stöðu til þess að fara mögulega inn í ríkisstjórn og þess vegna fannst mér ótrúlega eins og bara forystursætið og svona það sem að hún, sérstaklega sem hún er svona stíin ein út í viðtölum og svona að mér fannst ótrúlega lítið einhvern veginn sótt á hana með bæðivarandi, þú veist, yfirlýsingarinnar bæðivarandi svona, hvað segja track record flokksins að því það náttúrulega þau hafa líka verið gagnrýnd á stjórnaranstöðunni fyrir það að og Inga þá fyrir að hafa verið að leggja fram þingmál út í eitt sem að kannski lítil von til þess að og engin von til þess að fáist samþykkt þingsályktunartillögur sem að kosta jafnvel, þú veist, fleiri 100 milljarða eða hvað það er og svona verið að hoppa á mál en og svo er svolítið verið að hafa svolítið verið sökuð það verið að nota það gegn hinnum stjórnarandstöðuflokkunum og þar að leiðandi hefur orðið til svona smá þykja gagnvart þeim, af því að þau hafa verið sögð þetta var lýst á einhverjum svona kosningafundi, ég veit ekki hvort á fundinu sem við vorum á Gunnarsmári daginn, að það væri nú ekki alveg sanngjarnt að þeim að láta eins og stjórnarandstaðan væri ekki með, af því það væri kannski ekki alveg svona kósir vinnubröð að vera alltaf að leggja fram einhverja tillögu og senda svo út og leggja hann inn á skrifstofu Alþingis en senda leið út fréttatilkynningu að flokkur fólksins í eini flokkurinn sem sé að hugsa þetta mál og engin annar vil vera með og ég saknaði svolítið að það væri ekki farið og náttúrulega þessa staðreind, þú veist, ég meina það hefur ekki verið haldið landsfundur þarna í 5 ár, hvernig heldur við verðum að ræða þetta ef þetta væri einhver annar stjórnmálaflokkur eða bara stéttarfélag eða hvað heldur sem hún getur gert samning en það á endanum þá ræðist þetta af þingstyrk og á fyrsta kjörtímabilinu þá leystist þingflokkur hennar upp og í öðru kjörtímabilinu þá var verið að ræða við einstaka þingmenn inn í flokknum að koma inn í eitthvað svona aðra ríkisstjórn og sem endaði með því að þeir fengu ekki að vera í framboði. Þannig að það er tala Jakob og Tómas. Já, þannig að það er þeir sem er að semja við Ingu hugsa náttúrulega það að þó að hún segi þetta og hún segist það að stjórn á þingflokknum að þá er það náttúrulega ekki þannig að þetta þarf að vera samkomulag sem að 10 manna þingflokkur setti sig við og þetta væri Þau væru með 36 þingmenn, þannig að það er svona ágætis meiri hluti, mega missa svona 3 kannski fyrir borð, en það verður að halda og það fylgir í alltaf mikið læti. Þannig að ég myndi horfa á það að það er möguleika flokkana að þetta er eini möguleiki Kristrúnar án þess að vera með Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn. En varðandi þetta með sko flokk fólksins, ég meina áður, þú veist, þingmennir sem að voru þá í flokknum eða horfur á núna, maður velti fyrir sig sko forspárgildið það hvort að þú munir haldast innan flokksins og vera að hluta þessari stefnu sem er framlögð, þá er náttúrulega aðalmálega útrýma fátækt og myndir að halda Ragnar Þór, Ásthildur Lóa, Kolbrún og fleiri. Þú ert ekki ráð fyrir að hún náði því í gegn, sko. Þá þarf hún að komast í gegnum Viðreisn og ég má aðeins fara yfir þetta. Þetta er eini séns Kristrúnar á þess að fara inn í, líklega er annar kostur í lok, kannski í febrúar eða eitthvað, að mynda ríkisstjórn Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, sem er ekki
ekki spennandi kostu fyrir Kristrúnu. Þetta eini möguleiki Flokks fólksins, því ef henni tekst ekki að koma sínum kröfum í gegnum Viðreisn, að þá mun henni ekki ná að gera það betur í einsmanns meirihluta með Sjálfstæðisflokk og Miðflokki. Þó svo að þar séu flokkar sem að myndu vilja henda útlendingum út og eitthvað fleira sem að Inga hefur verið að tala alltaf þegar hún kemur að þeim málum, og hún vill virkja og hún að sömuleyti tekur undir eiginlega öll svona áherslumál Bjarna Benediktssonar, en það bara einsmanns meirihluti og ég held að hinir flokkarnir myndu ekki leggja í þannig ríkisstjórn með einsmanns meirihluta. Þannig að þetta eini möguleiki þeirra, en Viðreisn hins vegar hefur bara miklu fleiri möguleika. Og þannig að hún eiginlega með myndi ég meta svona hálfgert neitunarvald þannig hún hefur ótrúlega sterkar stöðu. Þannig hún getur eiginlega látið hinar tvær eiginlega éta ofan þessi öll sín loforð, og þá kemur bara hversu langt mun hún fara, og þá myndi maður segja, myndi ekki Viðreisn vilja mynda þessa ríkisstjórn, það svona valkyrju ríkisstjórn og jákvæðni með þessu. Sko, hún þarf að hugsa líka hvernig hún ætlar að lifa út kjörtímabilið, og ég veit ekki hvort að það sé klókt gagnvart kjósendum Viðreisnar eða þingflokknum og öðru slíku að taka þennan kosningasigur Viðreisnar og kassa honum inn á stórkostlegu uppstokkun á velferðarkerfinu á Íslandi. Sko, ef við tökum hitt svo að það að nefna hérna. Ég meina, við vorum að... Þó ég og þú myndum taka ákvörðun, það var ekki vissum að Þorgerður myndi gera. Já, en ég meina, þó segjum svo að Viðreisn ætla að fara með þá, Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum, og þá væri svolítið gefið að Viðreisn myndi þurrkast út á þingi, annarkvort þetta 4 eða 8 ár, líklega. Nú erum við bara svona í svolítið svona dilgjum eða svona stórundráttum. Ég held líka bara heilt yfir að Viðreisn, að þetta mjög femínískur flokkur. Ég sé það ekki alveg að þau fari með Viðreisn, þau tala mjög sterkt fyrir málefnum hinsegin fólks. Já, Miðflokknum segja. Og hvað var hitt? Ef þau myndu ekki ná núna einhver niðurstöðu með Samfylkingu og þá væri það út af því að það myndi steita á Flokki fólksins, að þá heldur ekki möguleg myndun og ríkisstjórn sem væri með einhverjum öðrum heldur en Samfylkingu. Þú veist, það væri Viðreisn, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur sem að væri raunverulega besta niðurstaðan, hugsa ég huga margra sem inn í Viðreisn, þó að það sé ekki við þá sem í Samfylkingunni og mögulega heldur ekki þá sem í Sjálfstæðisflokknum sem vilja ekki vera með Samfylkingunni. En lykilatriði í þessu og ég ekki að segja að það sé eitthvað, en það gæti spilast þannig að það alveg klárt máluna að tala við fólk bæði í Samfylkingunni og í Viðreisn og það alltaf liggur í svona hlutarins eðlinga framsóknarmönnum þó þeir séu búin að stimpla sig út að það nánast ekkert traust á milli þeirra og núverandi formanns Sjálfstæðisflokksins, það liggur alveg fyrir. Það sem að gæti hins vegar gerst væri að Bjarni myndi alltaf taka ákvörðun það núna, hann sér fram á það, hann bara að fara fyrir stjórnarandstöðu að óbreyttu, flokkurinn svona að gambíturinn sem að flokkurinn gæti komið með var að Bjarni myndi ákveða, ég ætla bara að hætta. Það myndi ekki gera það að Sjálfstæðisflokkurinn myndi segja við Bjarni minn, þú hættur. Hvernig sem það væri, en það aldrei presenterað þannig. Þórdís kæmi inn, Þórdís líka búin að vera að marka sér stöðu núna og sér það að hún einhvern veginn farin að þú veist að sokka Hannes Hólmstein eins mikið og þú gerir varaformaður Sjálfstæðisflokksins varðandi Ísrael, varðandi sendiráðið í Moskvu og allt þetta. Þórdís held ég myndi virka fyrir miklu betur fyrir Samfylkinguna og Viðreisn. Þetta eitthvað svona, en sko þetta rosalega dýru verði keypt. Því hvað ætla þá Viðreisn og Samfylking að bjóða Sjálfstæðisflokknum til að þetta nái saman? Það ansi held ég hár miðið þar sko. Já, að vissu leyti, en ég held sko að ekki uppstokkun í kvótamálum. Nei, ég meina, hún að fara að gerast? Nei, það bara svona hluti sem að Sjálfstæðisflokkur ekki ingangu í Evrópubandalagið. Óbreytt stjórnarskrá. Já, býttu við, þau gætu samið það við Sjálfstæðisflokkin og Þórdís Kolbrún gæti sem sér alveg náðu einhverju millilendingu það sem svona einhvern veginn að flokkurinn ætlaði aftur að ná einhverju svona, nú ég bara, þú veist, og að semja það að það mögulega við lok kjörtímabilsins eða þá þjóðaratkvæðagreiðsla í samræmi við það sem að flokkurinn lofaði 2013, skilur. Þá afturfarið í það. Við erum tilbúin í það. Þórdís gæti alveg, þú veist, að því að hún þarf líka einhvern veginn, ef hún tekur við, þá þarf hún líka að
að minnstakosti þangað til kemur á landsfundi, þá þarf hún einhvern veginn að sýna það líka að hún sé ekki bara eitthvað svona nýr Bjarni, að því hún þarf einhvern veginn að marka sér, býtu hvernig ætlar hún að bregðast við. Bjarni búin að vera að standa í því að missa fylgið allan annan tíma og hann hefur haft þú veist, svona sitt módel. Hún þarf að sýna þá þú veist, mögulega að breikka faðminn eitthvað. Hún geti gert það með þessu. Það eitt hvernig hún en þú veist heldur að það verði sátt það innan flokksins. Því það er alls konar sögur sko fylkingar og... Já, en þess vegna held ég að hún þurfa að nýta tíman þá fram að áðurina, því að hún er alltaf bara varaformaður með þetta svolítið sjálfkrafinn, að hún þarf þá bara að sýna líka bara og samfylkingin en hún verður að gera samfylkingin myndi leika sama leikinn og 2007 að við erum til í sjálfstæðarflokkin án Davíðs og við erum til í sjálfstæðarflokkin án Bjarna. Það breytir bara engu. Þetta baklandi sem að var vesið á síðan. Það er 200 fólki. Það sé alveg rétt hjá Sonju. Það er þingflokkurinn er samt breyttur núna. Það er 200 fólki. Það er fólk sem kemur að svona bekk sem stendur á nýmálað. Það er fólk sem potar í, alltaf gott að sé nýmálað og það er fólk sem gerir það ekki. Fólk sem potar í, það er helst í stjórnmálum. Þannig að það eru allir til í að pota í bekkin og aðtókvæmt að þau geti lifað af að vera með sjálfstæðarflokki. Og það er bara sýnir sagan. Því að þessi saga að það sé eins og sofa hjá ísbirni, hún kom í ljós sko bara fyrir meira 50 ára síðan. Síðan hvað var margir potað í málefnum eftir það? Ekki miskilja, ég meina komandi úr verko þá vil ég bara þverrpólitíska sátt alla skapaða hluti sko. En það sem að, þú veist, ef að við erum einhver svona landslæð það sem er alltaf bara pendullin, að þú bara kýst öll hérna sem eru, þú veist, voru ekki síðast og svo aftur, þú veist, bara eftir, þú veist, hvað ætlaðu það að enda? Af því að landinu okkar eru skortur á framtíðastefnu, að það sé ekki verið að fylgja málefnum eftir. Ég held að við séum kannski stjórnmálamenn eru alveg bara þessi versta sem við getum kallað yfir. Ég held að við séum kannski, þú veist, í raun og veru, þú veist, ef þetta næst ekki saman hjá þessum valkyrjum, þá eins og ég segi, þá held ég að sé að fara að koma hérna stjórnarkreppa og ég held að það verði fyrir okkur svolítið eins og bara ógeðslega vondir timburmenn af einhverju svona uppbrotsfyllir í íslenskum stjórnmálum. Þú veist, ég held þetta sé smá svona, þú veist, nú er bara fólk að fatta bara ok, þetta er búið að brotna upp, þetta er þessi fjórflokkur rústaðist, þú veist, það er bara búið að vera alls konar í gangi og ég held að þetta hafi líka mikið með það að gera bara áhrif, þú veist, samfélagsmiðla og fjölmiðlunar á lýðræði, þú veist, og við erum svona að læra, þú veist, öll þessi þjóðfélagsumræðin er allt annars konar eðlis en hún var og það er bara að vera það er mjög gott, en ég er að segja, ég held samt að við séum á svona, þú veist, þetta er svona eins og ég segi, ég held þessi bara timburmenn eftir svona fyllir í af einhver svona uppbroti í bara, já, fjölmiðlun og pólitísku litrófi á Íslandi og það verður bara spurning hvað það verða langir og erfið. Síðast þegar var kosið mánaðamótin hérna nóvember og desember, það var 1979, þá var myndur ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen 8. febrúar. Það var það ekki 21 líka? Það var kosið fyrir sko, en þá var svona löng, en þá var ekki myndur ríkisstjórn fyrir í janúar, sem kannski svipaðu tími, þannig það er ekkert óðurlegt. Það er ein ríkisstjórn sem að mér finnst að við höfum að hafa í huga líka, að því við erum náttúrulega bara að leika okkur eins og það sé skák og þá verður að hafa í huga næstu leiki. Við erum bara svo Hallur Hallsson, Þorgerður og Kristrún og Ingar öll með næstu leiki haustnum líka, þó þau séu sko heilar í viðræðunum. En það er hérna ein ríkisstjórn sem er Samfylking, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Já, þeir eru bara búin að skefa það út, sko. Sigurður Ingi er bara kýrskýr með það að hann ætlar ekki að... Ég held að sé að menna það, sko. Ég held það líka. Og ég held að sé bara ofboðslega erfitt. Ég var nú að senda á ríkisstjórnarfund hérna á föstudaginn og ég held að það sé bara frekar súr stemming þar, sko. Þú veist, maður bara skynjar það. Þú veist, Sigurður Ingi var náttúrulega síðustu dög kosningabaráttunar mikið svona sparka í sjálfstæðismennina og kenna þú veist, þeim allt, sko, sem að miður fór og ekki tókst, þú veist, og ég held að það sé alveg, þú veist, þetta er heldur smá svona það sem ég tók frá 79 það endaði með ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen og ég get alveg sagt ykkur það var enginn sem reiknaði með því eftir kosningar. En byrju, erum við í svona djúpri umræðum aðra mögulega stjórnarmyndanir af því að við erum búin að gefa okkur að þetta verði ekki? Ég er ekki það. Ég held að það kunni alveg málum. Ég óska þess bara. Ég held að þetta takist, sko. En svo er ég ekkert, þú veist, mjög vissum að þær ná að lenda þessu og klára allt tímabilið. Það er önnur saga, sko. En hvað er þessu ríkisstjórn, Sonja?
Ég meina, þú veist, það var alveg klárt að Viðreisn og Samfylkingu var fyrst og fremst að horfa á efnahagsmál og það snerist þessar kosningu, hvort sem okkur líkar að betur eða við Hallalaus fjármál. Já. Fjárlög. En þetta planum bæði, heilbrigðismálin og húsnæðismálin, hafður ykkur að trúa því að það var farið í mikið svona roadshow og greinleita Kristrún. Kristrún og Samfylkingin eru búin að, þú veist, það var þessi hringferð þarna á rauðuljósi sem hún fór og það sem var fyrst og fremst að tala heilbrigðismál við fólk og ég meina það var hellingsvinna sem var lögð í og það var ákveðið, þú veist, að því að það var ákveðið þetta, Samfylkingin ætlaði ekki að gera þau mistök sem hún gerði síðast sem var við allt öðru aðstæður sem var að fara í ríkisstjórn og ætla að breyta öllu heldur var hún ákveðin í bara það að leggja áherslu á heilbrigðismál, tilfærslu, hvað heitir þetta? Tilfærslukerfi. Já, barnabætur. Já, þetta var svona og þú veist það húsnæðismál, heilbrigðismál og samgöngur. Samfó var samt bara með innuuppbyggingu, tölu aldrei mikið tekjutilfærslur. Nei, en það var það sem að Jóhann Páll var alltaf að tala um í þinginu, ég kannski ruggla því eitthvað saman, en það var svona og þetta plan sem var kynnt í húsnæðismálum sem þú veist, veit ekki sem var búið að, þú veist, liggja yfir og það var svona, þetta var lagð mikil áhersla að það væri búið að lagi fyrir hvernig þetta fjármagna og allt þetta. En sko málið það, staðan er mjög þröng. Já, ég held samt að þetta verði bara skemmtileg krakkar. Mér langar að heyra hvað Sonja segir að því að hún kemur hérna og verður alltaf að grípa fram í Sonju. Hérna er með linnulausar kröfur á stjórnvöld. Já, ég meina það er okkar að vinna. Já, ég veit það. Hvað sérðu að Valkyrjustjórnin geti komið með handa ykkur? Já, ég meina ef við tökum aðeins bara efnahagsumræðan út fyrir sig að þeir verður nú búin að taka hana í drep og það verður líka að segjast eins og er bara að verðbólga og vextir, þú veist, með hagspár ef það er ganga eftir að þá verður auðvitað ekki þetta ástand næstu 4 ári og þess vegna þarf að fara að ræða eitthvað meira kjötinn á beinunum. Varandi heilbrigðismálin að þá sko Samfylkingin hefur alveg gefið vingi í þá átt að það er að leysa vandan með horfa til einkareksturs og Viðreisn hefur klárlega verið þar. Ég veit ekki alveg hvað Flokkur fólksins hefur sagt heilbrigðismál, ég man ekki alveg eftir að hafa heyrt það og við þetta í verkalýðshreyfingunni höfum áhyggjur af því að því að við höfum verið að fá erlenda sérfræðinga sem í mjög stuttu máli sína bara fram á, þú veist, við voru á sama stað við umræðinu fyrir einhverjum árum og aukin einkavæðing þýðir bara aukin ójöfnuður og hærri gjöld og allt þetta. En þú veist, það er spurning svona hvaða málamælinn þau finna í því ef maður horfir á Flokk fólksins að þá er þetta, ef þú ætlar útrýma fátækt þá er þetta heilbrigðismál bara mjög stór hluti af því þannig að einhvers staðar þurfum að mætast á miðju hvað það varðar. Húsnæðismálin, þú veist, það vel að búið að liggja fyrir plan í lengri tíma, það er bara þarf að framkvæma þetta plan og mér finnst svona, þú veist, bæði Samfylkingin og Viðreisn vera á þeim buxunum og ég meina Ragnar Þór kemur úr verkalýðshreyfingunni, þú veist, þannig ég held að þetta sé ekki. Kom með tillögu verkalýðshreyfingarinnar inn í Flokk fólksins með danska íbúðlánakerfi og fleira sem var unnið í ASÍ, svo ég held að það verður tíma að gilva. En fyrsta skref núna eru þetta ekki að auka eftirspurnina, sko. Þú veist, það er að tryggja framboðið. En enginn af þessu flokkum var með uppbygging og félagslegu húsnæði á vegum hins opinbera. Jú, var það ekki hluta þessu plani sem að Samfylkingin var að finna? Já, bæði Samfylkingin og... Það gerist einhvern veginn innan markaðarins einhvern veginn og aðeins að efla Bjarg og Blæ. Og Flokkur fólksins, en sko, ég hef ekki áhyggjur að per se að þetta er líka bara eitthvað sem aðalega vinnumarkaðarins eru búin að koma sér saman og við verðum bara með okkar linnulausu kröfur áfram og bönkum upp á. Og ég held að geta alveg myndast konsensus hvað þarf að gera og þessi plön þar líka fyrir, ekki þessi samfóplani heldur plön alltaf sem hafa komið að þessu áður. Og svo eru þetta, þú veist, ég meina miðað við það að séu allir vinstriflokkarnir farnir út á þingi að þá horfum maður næst á sko stöðu fólks og hópa samfélagsins. Flokkur fólksins talar um að útrýma fátækt og þó að hann sé ekki að nálgast það út frá femínískum forsendum að þá er það femínist málefni að það er helst konur sem að búa við fátækt og einstæðar mæður. Og svo ef við horfum á Viðreisn að þá hefur bara verið mjög sterk í því, bæði femínisma og málefnum hinsegin fólks. Og Samfylkingu sömuleiðis, þannig að mér finnst þetta ekki fallegt nafn Valkyrjustjórn, ég var til í kvennastjórn þegar við erum undirbúa kvenna ár 2025, mér finnst þetta að við hæfi að veri bara konur í ríkisstjórn líka bara ef ég fæ að tæma óskalistan hérna. Það er ekki gott að vera með nafnið og svo gengur þetta ekki upp. Nei, nákvæmlega. Má ég aðeins koma inn? Ég held að það veri best að þessi flokkar kemur saman og myndi segja, heyrðu, auðvitað komum við með alls konar stefnu og það er bara þannig og fólk kaus okkur út af ýmsum ástæðum og það er bara þannig. Nú ætlum við að mynda stjórn og við ætlum að hlusta á almenning og við ætlum að gera það sem almenningur helst vill. En það gerir þetta ekki núna. Nei. Þau náttúrulega Samfylkingin og Viðreisn segja við erum búin í þeim undirbúningi, við erum búin að ferðast landið og við erum búin að hlusta og taka niður. Viðreisn þó reynda bara Já, fjörðin. Ég held að umræðin í dag það hver þeir eru forsætisráðherra.
Ég held að það sé bara alveg ljóst. Kristrún talaði bara líka, sagði það líka bara fyrir kosningar, það væri ekkert fyrir henni og flokknum væri það ekkert sérstætt issue, alls ekki að vera með forsætisráðuneytið. Hún hefur sennilega stöðust af fjármálaráðuneytið. Ég held að þetta verði bara gaman krakkar, ég held bara, ég veist bara Inga Sælinsson bara skemmtir, hún hefur hann eldmá og það er bara sem ég er að segja, nú er ég bara að tala um þetta bara sem svona, þú veist að því mér finnst það hressandi, auðvitað getur það verið líka hættulegt, en mér finnst það bara hressandi að þessi komi núna inn á svið, bara pólitíku sem hefur svo opbóðslega ástríðu. Það er gaman að henni, hún er vitti, hún fer á flug og það er bara hressandi. Þetta er smá svona, mér stjórnmálum síðustu ára hafa orðið aðeins svona kerfislægri, það er minna stjórnmálumenn sem eru svona vitti og skemmtilegir og nota samlíkingar og eru sniðir í viðtölu. Ég man bara eftir þessu þú veist, í gamla daga þegar við varum með Davíð og Jón Baldvin og eitthvað svona, það var bara alltaf svona svolítið spennandi, en núna er það svona fyrir sig hvað fólk segir alltaf. En við þurfum ekki ræðumenn á Kallakvöld. Þetta er sammála Helga að Inga fái svolítið svona öðruvísi spil heldur en aðrir. Við nefndum þetta hvenær vorum við með Jakob Bjarnar þá voru svolítið ræðið að hún er aldrei innt eftir því, þú veist, Inga mín, hvernig ætlar þetta að ganga upp? Já. Og þá sagði hann, það er bara svo erfitt og það var eins og maður var að hlusta á Kasper talandi Sofíu frænku, það væri bara ekki þetta eiga við hana, þannig Ingu. Það er bara því munið eftir því þegar viðtalið var ekki Einar Þorstein sem tók viðtalið hana minni í Kastljósi og það var alveg svona eitthvað frækt að endinum. Mér fannst hann fara þar offari sko. Já, þér fannst Einar alltaf fara offari en en ég meina Einar reyndi allavega og ég meina þið sáu trakteringar sem hann fékk, ekki það að ég vorkenni honum það eitthvað og ég meina við eigum alveg að geta þola það, en það verður samt við verðum að, og þá ekki bara við hana, en það bara hefur virkað svo sterkt á mann vegna þess að það var svo augljóst í þessari kosningabaráttu að flokkurinn umfram marga aðra yrði svona framsóknarflokkurinn eftir þessar kosningar. Þannig að þess vegna hefði maður viljað að það væri, þú veist, bara nokkur mál fengin og hreint. Ég meina það er ekkert leyndamála, ég meina það hafa verið eitthvað svona deilur innan flokksins það hvernig, þú veist, varandi fjármálin og ekki það að ég sé hvað gefa það í skinn að það hafi eitthvað verið misfæri með þau, en það hefur verið svona vegna þess að þessi valddreifing er svo lítil og þá er gagnsæð eða minna heldur en það væri. Það er ekki snjallt að reka stjórnmálaflokka sem eitt ræður öllu, það bara er ekki snjallt. Það sem eitt ræður öllu, það bara er ekki snjallt. Nei, ég meina, þú veist, við höfum reynsluna því að hún er ekkit falleg, sko. Nei, en það er búið að vera mikið á svona teknokratískum stjórnmálamönnum í bara langan tíma, þú veist, það hefur verið svona ekkit, þú veist, það hefur ekki verið eins og ég segi, þú veist, það er þetta er ekki eins mikil blæbrigði í svona framkomu þessar fólk sem svona kemur það kveður í svona nýjan tón og ég held og svo skulle ekki gleyma því þú veist að bara að hún er eini stjórnmálamaður sem stæði undir að vera með sko sérstakar sjónvarpsþátt sitcom þú veist, það er bara en ég held líka þú veist, við skulum ekki vanmeta embættismannakerfið, þú veist, það er bara fólkin í þessum ráðuneytum sem veit sínu viti og er virkilega, þú veist, að vinna sína vinnu vel og svona, svo eru þetta stefnumótunin í höndun ráðherranna, en það eru þetta eitthvað samtal þar, þú veist, ég held að það sé alveg að bóða upp á belt og axlabönd inn í kerfinu sko, einhverju leyti. Ég langar að þess að taka undir sko með þennan punkt. Ef við lærum bara líka af amerísku stjórnmálum með öllum þessum straumum sem við fáum inn, þá allavega með greininguna þar, vestanhafs, að þá er þetta svolítið þetta. Fólk verða að hafa trú á leiðtogunum. Þú veist, að það sé framtíðavona. Þú veist, ég er svolítið að fara að taka þau, þó það hljómi populíst, en það er samt, ég er að fara að hinga með þið. Og ég held að snúist mikið hversu vel tekst þeim til að fá ráðuneytin sem þau taka sig til að vinna með sér. Það er held ég það getur orðið challenge sko. Það oft bara kemur í ljós á fyrsta degi eða fyrstu dögum sko. Og það eru dæmi ráðherra sem hafa verið í embættum eða verið með ráðuneyti og hafa bara hálfpartinn og góstaðir skilji. Ég meina Þorgerður Katrín lendi því síðast þegar hún var sjávarútvegsráðherra. Af ráðuneytismönnum eða af embættisfólki. Og það kemstu hvorki löndni strönd með nokkuð skapaðan vinnuna í daginn, þá Kristján Loftsson bara lappandi skrifstofu þar. Ég meina það eru forsvarsmenn LÍU sem þá var eða SFS voru með sko bílastæðakort til að komast og gátu lagt í ráðuneytisstæðin. Ég veit að þetta er ekki stóra málið, en þetta lýsir svolítið hvernig þetta er allt saman. Og ég meina það er ennþá þannig skilur niður í bara nýbúið að breyta því í matvælaráðuneytinu sem það heitir núna
að menn voru hættir að leggja beingreiðslu til bænda beintin á kaupfélag Skagfirðinga. Þú veist, pæli hvað þetta galið. Þetta bara svona eins og svipað eins og myndi bara leggja beintin á bónus barnabætur fólks eða eitthvað svona. Þetta bannað til dæmis eins og hefur komið fram út af starfsmannalegum og það sem er svona verbúðum. Það bannað að leggja launin þín inn á hjá leigusalanum. En það er svona sambarlegt Það var bannað 1930 Líka bara var alls svona ráðherra þú veist, nefndir á vegum stjórnvalda sem að var jafnvel bara að kaupfélag Skagfirðinga væri með tilminningar þú veist, og maður er svo bara horfa á hópinn og bara hér ráðuneyti, aðalega vinnumarkað eða eitthvað álíka skilið svona En þessi stærsta fjármagnunarleið sem að Flokkur fólksins kynnti á móti útgjöldunum sem voru með var að skattleggja lífeyrissjóðsgreiðslur fyrirfram viðgjöldin. Já, bara aldrei sko. Ég held að sé enginn innan verkalýðshreyfingarinnar sem sammála því og ekki heldur. Það kom ekki meðan við vorum að hugsa hvað þetta að kjósa. Hún kom út og ég meina við ræddum þetta og ASI og SA ákvað að gera hana saman og við sem bara það er að bera í bakkafullan lækinn hvað sem er í öllum upplýsingum. Þannig að væri bara nóg að þau væri að skila því með mjög sterkum hætti, náttúrulega langstærstu samtök launafólks á Íslandi. En við erum alltaf búin að vera að taka massíft lán í framtíð, ekki lán, heldur bara stela frá framtíðinni með þessum séreignarsparnaði. Þannig er það ekki anskotast nóg? Skilur og mér finnst það að fengið alveg ótrúlega litla umræði við erum búin að moka peningum út úr þessum séreignarsparnaði fólks frá því bara hrun og leiði til aukins ójöfnuðar já, að því meina það liggur alveg fyrir hvernig það dreifist þar fyrir utan náttúrulega er verið að gefa þetta er skattfrjálst eitthvað sem yrði á endanum skattlagt og ég hef aldrei séð tekið saman hversu miklar upphæðir framreiknaðar þetta yrðu fyrir innan hóp það lítur ykkur tryggingastarfræðingur að gera það bara hvað komandi kynslóðir þurfa að greiða mikinn auka skatt til þess að bæta upp fyrir þetta fáránlega lán eða rán sem við farið í. Ok, með móturögin er einmitt þetta, þá ertu að fjárfesta í einn fasteign og stuð svolítið að fjárfesta í steypunni en við höfum verið svolítið að móta þessu að því leitinu til að þarna ertu með einhverja aðgerð stjórnvalda sem að gagnast miklu betur tekju hærri sem nýtir þetta. Egu þá ekki frekar að horfa á kökuna og segja hvernig skiptu en þannig komið betur út gagnvart þeim hópum sem þurfa að halda en ekki vera að beina peningunum akkurat þanga en það er náttúrulega vesinni þegar eitthvað svona komið á, þá vil lengi missa það. Nei, það gefa fullan skattafslátt af þessu bara, þú veist, er svolítið annað heldur en að leggja á þetta skatt sem að stóð alltaf til. Já, af því að svo er líka maður finnur alls konar straumar og stefnur núna í lífeyrismálu sem er alltaf til þess að svona hóla úr samtryggingarsjónarmiðinu eins og þetta með tilgreindu séreigna sem er líka bara til þess að setja inn á húsnæðis til viðbótaði séreignarsparnaðinn. Þannig að mjög margt sem einhvern veginn verður að fara að taka og búa til einhverja þá sameiginlegan alkóhól sátt í staðinn fyrir að bara kemst einhvern til valda og það er plokkað úr og svo annar og úr öllum áttum sko. Já. Er ég að ræða eitthvað annað heldur þetta? Enginn síður til þess. Hvernig þessar kostningar? Það var einn frétt í vikunni að Bjarni veitti hvalveiðileyfi til 5 ára. Já, það er mjög undarlegt mál. Tengdist nú kostningabaráttunni svolítið? Já, blessa barnið. Hann gerði þetta eftir kostningar. Já, ég meina það var loforð sem að sonar Jóns Gunnarssonar var veitt svo að Jón Gunnarsson myndi ekki fara yfir í miðflokkinn og hann myndi taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins og styðja hann í kosningabaráttunni. Þetta var ekki bara spurning heldur líka eins og þau verið bent á það að Jón myndi fara í miðflokkinn. Heldur er Jón, og menn með ekki gleyma því, að bara áður en að Jón settist á þing, þá var Jón öflugur í þessu kragakjördæmi og var svona partur af svona rosa svona innan svona stórum hóp innan flokksins þar, svona inn í félaginu og hefur verið með rosa hóp með sér og það var líka það sem menn voru hræddir að jafnvel þó að hann myndi ekki fara í miðflokkinn að það ef að hann myndi bara draga sig úr þá væri líka svolítið hætt á því að fylgta fólki sem að fylgdi honum myndi fara líka það að koma honum í þetta 5. sæti var þá til þess að hann var með, skilurðu? Hann var nú inni svona stund á kosninganótt. Þannig að fyrst til að byrja með. En ég held, þú veist, þetta bara aftur, það sem við töluðum daginn, þú veist, við náttúrulega vorum bara gaman að því að sko, við vorum sakaðir landráð og ég veit ekki hvað fyrir að birta þessa frétt og ég meina allt í einu ákvað ríkislögreglustjóri að taka það upp í sjálfum sér daginn eftir að svona hef ég einhverja könnun á þessu máli, jafnvel þó að
eina ástæðan fyrir að ríkislögreglustjóri ætti að hefja könnun á þessu máli var til að athuga hvort að þetta veru brot gegn ríkinu, landráð og það vakti lenga sérstaka athygli. Sérstaklega þegar það er nýbúið að segja frá því að þegar að Yassan Tamimi var rekinn úr landi þá voru samskipti ríkislögreglustjóra bara nóttina við 3 einstaklinga. Það var forsætisráðherra, það var háskóla- og nýsköpunarráðherra sem hafði verið dómsmálaráðherra einu sinni áður og Jón Gunnarsson sem hafði verið dómsmálaráðherra einu sinni áður. Og þegar Jón og þau voru spurðaði af hverju voru það að ringja hana, við bara, þú veist, kannaðist við hana síðan ég var ráðherra og var með númerið hennar í símaskráni. Þetta vakti enga sérstaka athygli. Ætla menn að halda því fram að það hafi bara verið þá sjálfsbrottið hjá ríkislögreglustjóra, hann hafi ekki fengið neitt símtal eða neitt blikki aðdragandarum áður en hann ákvaða að fara einhvern veginn að henda öllu frá sér til að fara að hafa ykkur könnun á því þú veist, hvernig barnið var látið bladra af sér hann á þessu Edition hóteli, þú veist, þetta er bara Mér finnst það svona bara aðeins með þetta, þú veist, mér finnst pínlítið hérna, þú veist mann kannski sjá ekki alveg, finnst mér stundum sko skógin fyrir trjánum að því að mér finnst aðeins skrítið að hérna það sé einhvern veginn hérna mér finnst ekkert óvel, hann hérna, Jón Gunnarsson hérna inn í hérna matvælaráðuneytur, það ekkert óvel það pólitíkus að sé að vinna einhverjum stefnumálum flokkan sinna farveg inn í sín ráðuneytum. Það er alveg gefið og hefur alltaf verið morgun ljóst að Jón Gunnarsson er fylgjandi hvalveiðum, það er bara hans pólitísku skoðun og síðan er hann bara að vinna þarna, ég meina það eru allir hérna ráðherrar allir hvað að reyna hérna koma sínum málum eitthvað, nei hann er leiðu að sætt frá sem að Jónaldín orðin vanhefur átt ekkert að fjalla þessi mál starfstjórn er bara afgreiða mál eins og eitthvað á færibandi, þú veist, þau eru bara afgreiða eitthvað, þú veist, og mér finnst það svona aðeins líka hérna, ég meina Bjarni hefði alveg getað hérna veitt þetta leyfi hann allir fyrir kosningarnar ykkur kannski tilraun til að reyna að ná heim einhverju af þessu fólki eins og var talað fyrst. En síðan hann gerir það ekki, hann gerir það bara þegar búið að telja upp úr korsunum, hann gerir þetta núna vegna þess að það búið að koma upp þetta plott. Já, en ég þú veist, ok, hversu mikið plott er það að hérna, ég meina þetta er bara hérna eitthvað að tala, þetta er pólitík. Það hefur aldrei að verið sótt hvalveiðileyfi svona snemma, María. Nei, ég ætla bara að því að þú ert að halda þessu fram. Það hefur aldrei verið sótt svona snemma hvalveiðileyfi. Það var gert náttúrulega klálega að því þarna var VG ráðherra þegar hann farin út. Þannig að það er ákveðið að henda inn leyfinu, senda Jón sérstaklega inn, hann fær að gera þetta, mögulega vegna þess að hann er síðan að fara að fá stuðning frá Kristjáni Vinnisinum til að fara að fá stöðu hjá Hvalveiðum. Þetta er bara vitað, þú veist það er bara vitað þessi menn vildu gera þetta áður en ekki búin að segja frá þessu. Þetta er bara þú veist, ég meina þess að Hvalveiðar hafa verið þurru umræði hérna mánuðum saman og alltaf, en ég er að segja, svo að klára það sem ég var að byrja að segja hérna áðan með skóginn og trén, vegna það er alveg, þú veist, mér finnst ekki, það er ekkert, þú veist, það kostar eitthvað, svo njósnækja kostar eitthvað pening, sko. Það er einhver sem borgar fyrir þessa aðgerð. Já, og er það ekki, það er alveg eðlilegt að það skapist einhver umræðum það. Enginn að segja mikið umræðum. Þú veist, hérna, einhverjir eða einhver sem er tilbúin að borga erlendu njósnafyrirtæki fyrir svona aðgerð og þetta er ekkert smáræðis dýr aðgerð. Ég myndi alltaf halda bara verðmiðin væri, þú veist, 100 milljónir eða meira. Ég veit ekki það. Nei, ok, það er allavega, það er einhver sem borgar fyrir þetta og er ekki alveg eðlilegt að eftir svona þá skapist einhver umræðum það í samfélagi, það er bara heilbrigt og bara merkja þess að við sem af hverju er einhver að gera svona og kosta til þess peningum. Þannig að mér finnst ekkert skrítið að það sé eitthvað skoða. Það má alveg ræða, en ekki skoða. Það er af hverju er ríkislögreglustjóri að gera það og af hverju er þá ekki alveg skoða að þarna koma fram upplýsingar, vísbendingar það. Viljum við samfélag þar sem að fjársterkir aðilar geta borgað erlendum njósnafyrirtækjum 10 og 100 milljóna til að njósna fólk. Það er rosa klassískt dæmi að beina athyglinni annað. Við búum í þannig samfélagi. Hvað heldur þetta sé í fyrsta skipti og hvað með þetta sé erlend njósnafyrirtæki það eru stórfyrirtæki á Íslandi sem hafa notað innlend njósnafyrirtæki en er ekki alveg eðlilegt að þetta sé eitthvað að skoða, svo var nú ekki úr þessari rannsókn en af hverju var það ákveðið að skoða þetta en ekki innlend dæmi sem við höfum haft Nei, það eru 2 aðskilin mál. Það er bara eðlilegt að skoða allt. Ég er ekki að segja en þá líka þá að skoða upplýsingarna sem komið þarna fram einhver kaup sem náttúrulega heita bara þú veist, á góðri íslensku þá bara grunnum einhverja mútur. Ef stjórnmálamenn er að gera samninga
og það eru vísbendingar að stjórnmála sé að gera samninga að láta það ráða einhverjum stjórnsýslu ákvörðunum og einhverjum afgreiðslum, einhverjum tíma á því að fá hugsanlega eitthvað í staðinn, þá á það fyrst og fremst að vera ásaka. Það er bara grundvallar atriði. Menn getur svo velti fyrir sér einhverju mögulegri etingum það hvernig upplýsingarnar eru fengnar. Stjórnmálamenn eru bara stjórnmálamenn. Nei, það er ekki alveg þannig. Stjórnmálamenn þurfa bara að hýta útluta gæðum, almanna gæðum gegn stuðningi. Það bara gengur ekki. Það er bara fylgja lögum og reglum. En þeir hafa eitthvað svigrum til að beita sér pólitískt í alls konar málum. Þannig er pólitík. Já, en býtu, ef þeir eru að gera það fyrir, ef þeir eru eitthvað kaups. Hvaða kaups voru þannig? Það fólst í því að það væri verið að hann væri að fara að gera þetta sérstaklega fyrir vin sinn, Kristján Loftsson, fyrir hagsmuni hans og að Kristján hefði tekið þátt í að borga fyrir hann einhver ferðalög erlendis, Kristján er búin að styrkja hann frambóðin hans mikið og að það lægi hugsanlega svona í loftinu að Jón yrði starfsmaður og fengi ykkur stöðu hjá Hval. Já, það er náttúrulega ekkert eðlilegt fyrir það. Nei, nokkuð það er það sem ég er að segja. Já, algjörlega. En það er bara, allt þetta var skrítið og ég held líka að þetta hafi verið, mér finnst eðlilegt að þetta sé á báða bóa skoðað. Það er það sem ég er að segja þarna. Ég er að segja að það þarf að skoða þetta báðu megin. Þú veist, og mér finnst svona skrítið að mennum finnist bara eðlilegt að skoða aðra hliðina eða þeir ætla ekki líka að skoða hitt af því ég spyrir mig bara hvað eru við stödd þú veist ef þetta verður það var eiginlega ekkert mál þrátt þetta að vera stórkostlegt nengsli en það veiti leyfi til 5 ára fram yfir heilt kjörtímabil með það ekki aðeins svo mikið. Já, en hann líka í leið og fyrsta ári klárast þá ekki bara nýtt. Það er alltaf 5 ár. Það er eilíða nóns. En getur ekki nýr sjávarútvegsráðherra bara einhvern veginn tekið handbremsuna þarna og þú veist þannig en ég hugsa bara ef þú búin að fá leyfi og þarf afturkalla þá veldur á skaðabótum og fleiri. En í þessu mómenti er hann þá ekki beinlínis að segja bara heyrðu ég er ekkert að fara í þessa ríkisstjórn ég bara ætla að gera það sem ég sýnist eða þú veist er það ekki mómentið? Jú, ég meina þú veist og auðvitað er hann þetta er náttúrulega smá, skilur og auðvitað geta menn sagt, það er engin rök fyrir því að banna hvalveiðar. Það er búið að, það er alveg klart mál, við erum ekki að fara, að valda einhverjum skaða á þessum stofni, það liggur fyrir. Það er mjög vafasamt að, svona eins og hefur alltaf verið tala hættan á því að viðskipti utanríkisviðskipti okkar beri skaða af hvalveiðum, það hefur ekki ennþá sýnt sig að vera þannig að, svo ertu með aðra hagsmuni sem er ferðaþjónustan og þessi hvalaskoðun það hefur verið að vissuleyti tekið tillit til þess og allt þetta, þannig að í prinsipinu, eða þú veist, ef þú horfir á þetta bara þannig það er dýraverndarinn sjónarmið sem þetta var stoppað síðan að sjálfsögðu, það er það sem er málið en þau ein og sér virðast ekki með að við framkvæmdina að mista kosti síðast hafa dugað til þess að banna þetta en náttúrulega síðast snýrist þetta náttúrulega líka það hneyksli var það, þú veist, það er maður sem er búin að vera að bíða spenntur eftir því að fara að veiða hvali að þér virðist til þess að fara að veiða hvali í áratugi hann kann síðan ekkert að drepa hvali þú veist, það vakti rosa athygli þeir voru einhvern veginn að skjóta á með einhverjum ódýrum baunabissum og þú veist, kveljandi þá í marga klukkutíma og hann er einhvern veginn búin að koma til móts við það. Já. Ég með annan mál, Sonja. Það er virðing eða vanvirðing eða hvað að kalla þetta nýja stéttarfélag. Já, einmitt. Verður maður ekki aðeins að taka þetta saman ef einhver er ekki búin að vera að fylgjast með þessu. Að þetta var, nú hjálpar þú mér Gunnar Smári, fyrir svona ári síðan eða sirka, að þá eru samtök þeirra sem eiga veitingahús. Sveit. Já, að gera kröfur að vera að gera sérstaklega kjarasamningu við þau. Og svo eru þau farin að kljúa sig þá út úr SA og stofna í félag, samtök, sveit og núna er bæði Efling og ASÍ búið að benda á að þau raunverulega svona svipaðum sem með Play hafi fyrirtækjaeigendur eða veitingahúseigendur raunverulega stofna stéttarfélag sem er náttúrulega bara eitthvað sem maður gerir ekki síður samfélagi og gert kjarasamning þá eiginlega við sjálft sig sem að felur í sér þá lagari kjör heldur en kjarasamninga sem Efling myndi gera fyrir félagsfólk eða bara SA og ASÍ félögin saman. Þannig að ég bara styð þau heilshugar í þessari baráttu, Efling og ASÍ og önnur. Af því ef að þetta verður trendið, að það er alltaf atvinnurekendur að fara að stofna stéttarfélög,
að þá þetta eru bara kjörin að fara að versna. En var þetta ekki, að því þú varst talað lakari kjörin, menn ekki talað þessi 10% lægri laun útborgað á hvað mánuði eða eitthvað með við útreikningar. Næstu í 60.000 krónum sem að fólk tapar og þá ekki talið inn sko að það eru veikari réttindi vegna veikinda og annað slíkt svona sem kannski svona alltaf flóknar í útreikningi en þetta bara það sem að vantar í umslæðið. Svo skella þeir í fram að þessu 3% hærri Já, svo lækkar eitthvað ferðast í lækkandi en það er auðvitað að koma með Sagan er gömul, það er krafa frá veitingahúseigendum sem hafa verið að kvarta yfir því að þau séu opin á kvöldin og þá séu kvöldálag og svo helgarálag og þau hafa bæði þetta sveitfélag og svo líka atvinnufélagið sem að Viljámsson hefur verið með sem að hafa verið að leggja það til við Eflingu að það verði hækkuð dagvinnan en hins vegar skert álagið þannig að það verður umverulega lægri ef þú ert að vaska upp á kvöldin þá verður lægri laun en svo er svona ímyndin að ef þú ert að vinna einhverju öðru fyrirtæki á daginn þá verður þau að hækka launin og þetta hefur bara ekki fengist til umræðu, ég veit ekki hvernig þið myndu taka svona tillögum ef að kemur ykkur til ykkar með þetta það er bara engin vilja að ræða þetta við þau og það enda með því að þeir upplifa það að þeir fá ekki stuðningas af við þetta og ganga út úr þessu, stofna þessa sveit og reyna að fá viðurkennt að þeir séu geti ekki til samninga við Eflingu, það félagsdómur hendir því einhvern veginn í burtu og þá fara þeir því að stofna bara sitt eigið félag og semja við það. Mér svo svipað og við varum í uppvaskinu á Rók veitingastað og við myndum stofna bara veitingahúsa rekandafélagið og semja bara að við fengi bara 1 milljón á mánuði og koma svo að mæta til vinnu og þetta er bara eitthvað En vita menn hvað eru margir félagsmenn í þessum félagum? Ég var að reyna að grúska eftir, ég fann ekki neitt, ég veit ekki hvort það var langur listi af veitingastöðum sem er dávið Það veit það enginn Hann nefnir Rók en náttúrulega hún er í stjórn sveit en ég gæti ekki segja að aðri væri með eigin veitingastæði Það var ekki barnið, það var eitthvað sem var tengdur henni en er ekki líka að það kom Viðar Þorsteinsson sem vinnur í Eflingu hann rakti stjórnarfólkið í virðingu og það hafði allt tengst við starfandi veitingahús eða hafði rekið veitingahús Þetta er óheila þróun ef þetta verður, það er nú það verður eitthvað slagur þetta En er þetta silly vegna þess að Play gerði þetta og komstu upp með þetta þráttur er mikil mótmæla ASI og ég sé ekki betur en að Play bara komstu upp með þetta Þeir útfæruðu þetta allavega þá þannig að þetta er einhvern veginn svolítið þetta virkar svona frekar auðvitað verið þetta augljóst hjá Play þá var partur af viðskiptamódelinu þeir ætlaðu að ná niður starfsmannakostnaði þannig seldu þeir fjármögnurinn á félaginu fyrst en lífeyrissjóðu keyptu að sjálfsögðu þeir eru yfirleitt þeir sem að kaupa en í þessu tilfelli ég meina þá er framkvæmdin á þessu einhvern veginn svo slök og þau einhvern veginn greinilega þeir svo illa undirbúin undir það að svara fyrir þetta eins og þessi formaður sveit þarna sem kemur einhvern veginn og fyrir með einhvern svona frasa að mann ætla ekki að taka þátt í ég man ekki hvað hann sagði slag innan Eflingar það var mjög einhvern veginn þannig að það er kannski einföldun en þetta verður svolítið hlægilegt fyrir vikið og þar að leiðandi einhvern veginn hljóta held ég í því felist að menn séu sammála um að þetta einhvern veginn Ég veit ekki, mér finnst vera í Eflingar verkfallinu hvað fyrir 2 árum að þá var samþykktin í ríkisstjórn að auka völd ríkissáttasemjara þannig hann gæti raunverulega bara stoppa þetta verkfall og sjálfstæðisflokkurinn leggur fram 3-4 frumvörp á ári SA styður ekki þetta þú veist, ef maður skilur þetta rétt ég ætla ekki að færa þeim orðin þetta gerviverkaðlisfélagin að Play Nei, en ég held eins og núna að þú veist, ef að það næst að birta nöfnin á þessum veitingastöðum þá er þetta bara búið, þú veist, þetta er þannig ég held að samfélagið mun aldrei sætta sig við það ætla að fara, að því raunverulega það sem er verið að gera er verið að segja að þú veist að við ætlum bara að níðast á lægstlaunaðasta fólkinu fólki af erlendum uppruna og námsmönnum og ætlum að taka af þeim greiðslu sem það ættu með réttu sem við erum borgað í öllu samfélaginu átt að vinna á kvöldinu og helgar og fyrir eitthvað svona auka álag og þau fá bara minna orlof og veikindarétt á allan pakkan og ég held að sé enginn að fara að vera dúsuð það
það. Þannig að þetta verður ekkert mál leið að búið að segja eitthvað að RÚV kæmi allt í einu, þú veist, við varum að vinna þar eða þú veist, heimildin eða hvað fjölmiðl sem og bara myndi allt í einu að nei, þetta blaðamannafélag bara þeir neita að semja við nýja félagið okkar, þannig að nú erum við bara búin að stofna nýtt stéttarfélag og þeir fá þannig að maður getur alveg bara, ef maður hugsa þetta svona, þá sér maður alveg hversu fáránlegt þetta er og ég tala nú ekki ef þetta væri þannig að við værum sem við erum ekki svona þokkalegri stöðu til þess að veist, hafa allar upplýsingar aðgengi að bara upplýsingum og geta einhvern veginn verið full talandi og allt þetta á íslensku að þá væri þetta mjög erfitt fyrir okkur fyrir utan að við myndum ekki gera okkur grein fyrir því hvað þetta væri galið af því að þetta var bara það kemur einhver og lætur skrifa undir nýja ráðningarsamning og allt í einu þetta fann bara kemur eitthvað nafn, eitthvað virðing og þú veist ekkert hvað það er skilur Nei og svo líka bara þetta sækjum vinnu vanta vinnu það er bara að skrifa undir þetta eða ekkert fólk þetta les undir langa mikið smáletrið undirlega þar sko og þetta er gert þannig að þeir sem eru ráðnir inn eru settir inn í virðingu en hinir eru Þetta er látið sem sagt til þess að minnka möguleikan á því að einhver kvarti og ég held að þetta hafi bara komist upp vegna þess að það var bara einhver sem var meðvitaður sem að komi þetta til eflingar. En ég held að veitingastæðirnir eða það var einhver útlendingur eftir því sem ég skilst sem að hafði unnið í einhver tíma sem að rekur augun í þetta hann er alltaf að gera nýjan ráðningarsamning við hann að það kom inn einhver nýr eigandi að nafninu til og þá sér hann þetta og og hann fer í gamla stéttarfélagið sitt sem held í Efling og þannig Ég held að það sé mjög viðkvæmt líka bara gleym því ekki þú veist þessi geiri er náttúrulega mikið til rekin af fólki sem kemur erlendis frá og það er fólk sem kannski er búið að sætta sig við ýmislegt sem að líðst annars þar þú veist, viljum við innlega það hér þú veist. Þú að sætta sig við það sem við sættum okkur ekki Já, og nú er bara að lækka rána sko. Það verður bara að segja þess að hluti af uppbyggingu ferðaþjónustunnar er ekki bara að hafa hagnaða eða tekjur af erlendu ferðamönnum heldur að hafa tekjur af aðfluttu vinnuafli með því að vera að borga þeim það er alltaf að koma upp dæmi ég er ekki að setja sér bara yfir ferðarþjónustuna en þetta er svo víða þetta er kannski 15% fyrirtækja sem eru bara okkur gráu svæði og við erum komið að byggja upp atvinnugrein sem að hluta til er bara í að blóðmjólka fólk sem er að koma hingað inn leigja einhverjar verbúðir af þeim og taka af þeim háa húsarleigu fyrir eitthvað sem er raunlega ekki hæft til útleigu þetta er bara stórkostlegt vandamál í samfélaginu sem að verður að nýríkisstjórn verður að taka á Það verður að gera það, ég meina þetta má líka aldrei verða eitthvað svona við og þið, af því að fólk verður átt að sagði þó þessi fætt hér á landi og við bara búa ágætlega að þá ef þú nærða að nýða svona okkur ákveðnum hóp þá bara sunkar gólfið fyrir alla þess vegna er þetta samfélagslega mikilvægt Því eins og þú sagðir, þetta eru útlendingar og þetta eru nemar þetta eru jobbin sem við vorum að vinna þegar við vorum í framhaldsskóla og eitthvað svona standardin á að geta lækka fyrir þetta fólk Það er ekki eins og launin séu háinu svo er það líka svo hættulegt að það getur orðið til bara svona spilling í samfélaginu öllu þar sem að kannski fólk sem á eitthvað smá pening er ferð að leigja út og er að okra okkur leigjendum og fólk er að fá fólk til þess að þrífa heima hjá sér og borga eitthvað svart og langt undir og þetta er bara ég held að við höfum að taka þetta alvarlega það er ekki gott þegar að samfélagið bara hægt og bítandi sunkar í einhvern veginn niður það sem er svona einhver spilling og misnótun bara almennt viðurkennd og betra að borga bara 3.000 kall fyrir hamborgaran í staðan fyrir 3.200 því að það verður að svína manninni sem er að vaska upp Þetta er bara líka konar sem við tala með eftirlitsiðnaðin áðan að það til dæmis að gera mörgu að þú ert að tala svona þessi heimaþrif og allt þetta hluti af því að þetta fólk sem hefur verið að vinna hjá þessum ESS og þessum fyrirtækjum fyrir skítalaun að þrífa inn í þessum fyrirtækjum og allt þetta sem eru oftar en ekki konur frá Austur-Evrópu til dæmis að þær, ef þær vilja síðan slíta sig lausa þaðan og bara hefja sinn eigin rekstur af því það er nógur markaður fyrir þetta að þá er einhvern veginn búið að koma þessi þannig fyrir það er óslega erfitt fyrir þig að stofna miklu erfiðara fyrir það að stofna fyrirtæki undir þig og fyrir samstarfskonuðina til þess að fara bara sjálfar að gera þetta heldur en fyrir eitthvað risa fyrirtæki eins og þetta ESS eða Dagar eða hvað það er þetta ójafnvægi sem það líka laga og það náttúrulega verður til þess að þú
einhvern veginn ég segi ekki að hrekja, en jú, það bara, þannig fer þetta í eitthvað svona svart hagkerfi og þar leiðandi bara eftir líka að verður þessi hópur bara útsettur. En ég líka að þau vorst að tala samkeppniseftirlit áðan, ég meina bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa lagt mikla áherslu á það að styrkja, þannig að ég er líka vongóð hvað það var, sorry. Já, ég ætla bara, ég sá frétt núna að stelpa sem var talin fyrirmyndar Íslendingur og á þessu ári og svo núna er henni vísa á landi. Svo fjölskyldan henni sé hérna og systurinn er enda líka úr landi en foreldrarnir eru hérna og við erum búin að dása hana fyrirmyndar Íslendingur og svo bara setna árinu þá hún er sýrlendingur eða ekki, eða þess að kemur þaðan og við erum að fara hendur þú veist, þetta er einhvern veginn ég veit ekki, en og svo þegar verður farið að ræða þetta og þá kemur svarið, já við þurfum að vera miklu þurfum að stytta afgreiðslutímann miklu meira eins og það gagnrýni snúist það, við erum ekki löngu búin að henda inn úr landi, þú veist, þetta verður Það var kona líka frá Rússlandi, Viktoría Þórun, hún tekið sér upp nafnið Þórun, kom hingað 2018. Hún var sótt hérna í síðustu viku hérna og sett inn í Hverfisgötu í fangakeysluna og sendur landi með farsíma og einhverja, ég held að 5.000 kall íslenskar og er núna í Georgíu og bara götunum þar. Já, og hún hafði gifst manni sem var á sakaskrá og einhvern veginn hafði íslensk stjórnvöld skilgreint þannig að þar með fengi hún ekki dvalarleyfi eða var ekki viðurkennt eitthvað, giftingin eða eitthvað. Þetta var ofbeldismaður og hún flúði frá honum. Og fólk sem hefur veitt henni skjól í 5 ár, hún hefur ekki fengið að vinna, ekki fengið dvalarleyfi eða atvinnuleyfi og einangrast mikið og þá bara allt í einu eru einhverjir löggumenn sendið með hana til Georgíu. Stundum ég bara alveg eftir að skilja. Fólki frá Venezuela sem var lyft að koma og senda þetta tilbaka. Það tók ég eftir daginn að það voru einhverja tölur komnar á svona kreikum hlutfall erlendra ríkisborgara sem að væru í fangelsi á Íslandi. Og það var einhverja vinda ofan af því þegar þessar tölur einhvern veginn allt í einu var bara, þú veist, fullt af útlendingum sem að fangelsi voru full af útlendingum á Íslandi. Þá kom allt í ljós að þá var verið að telja inn sem sagt hælisleitendur eða sem voru teknir og vistaðir í fangelsum því að það, þú veist, er partur af þessu ferli. Það var að telja þá með inn í þessari tölur eins og brotamenn því að þú veist, það að framvísa fölsuðu vegabréfi er brot, þetta var alltaf umræðan á sín tíma, þannig en svo líka bara þetta þau eru geymd þarna áður en þau eru flutt út, þannig að þetta er ekki heldur til að hjálpa. Og þetta er náttúrulega alltaf, og ég meina munabyggla líka aukast að þessi framtíðin, en þá gleymist náttúrulega þessi kjarnaspurning sem er, hvernig tekur á móti fólki, hvaða möguleika á það, bara til þess að, þú veist, fá mat og svo framvegis og hvaða braut leiðist það ef að möguleikarnir eru engir þú veist, þannig að við getum ekki alltaf verið bara brjáli og sér bara hlaupa fullt af fólkinu í landi og það sé bara að gera svona hins en hvað gerðum við? Það er alltaf að vera Tíminn okkar er farinn. Nú, þú sagði ráðan, við getum bara að tala við þurfum að vera frá að nýta Já, en ekki djútsendingu Nei Helgi Seljan, María Sigrún og Sonja Ýr, þakka ykkur fyrir komuna og hér eftir er það nýkjörnir þingmenn. Vá, frábært. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Jæja, ágættu áhorfendur og áheyrendur, við höldum áfram og nú eru konið til okkar 2 nýkjörnir þingmenn, það Guðmundur Ari Sigurjónsson og Pavel Bartošek. Pavel, þú hefur setið á þingi? Ég hef setið á þingi, ég var á þingi í eitt ár 2016-17 í stuttakjörtímabilinu sem þá var. Og svo var ég varaþingmaður í kjörtímabilinu þar á eftir og tók kannski sætið 2-3. Þannig ég kem ekki alveg glænýr inn, ég hef einhverja þingreynslu, kannski hlutfærslega mikla þingreynslu með við þingheim almennt sem náttúrulega mjög mikið til nýr. Þú sem reyndar í þingmönnum? Já, ég held að ég sé með reyndar í þingmönnum en kannski, nokkri sem var setið einhvern tímann en það eru mjög margir sem eru algjörlega nýr. En þið samfélagt að báðu verið sveitarstjórn og þú ert ennþá í sveitarstjórn? Jú, við erum báðir ennþá. Já, passar. Þannig að einmitt komið þaðan og ég að stíga þá mín fyrstu skref í þessu. Sá ekki eitthvað staðar að það væri 34 nýjir þingmenn? Væri þetta að mynda meirihluta nýliða? Ég vilji verið til þess. Ég held að sé ekki viljið til þess. Kannski aðeins ég upplýsi. Það ekki mikið framtíð í því. Þetta eins mikið að fá út mér í þessum þætti. Inn í þeim hópi Pavel, hann telst ekki vera nýr í þeim skilningi og líka Lilja Rafney og gott ef ekki ykkur fleiri sem hafa verið að koma inn aftur. Ég segi 34 tölu. Þannig að það er svona vítt talið. Þannig að eldri þingmenn myndur reyna að ná þeim yfir og þannig að þið eru þá í minnihluta. Og Sigurjón Þórðarsson, hann er annar sem hefur sittið á þingi, Karl Gauti Hjaltason, hann hefur sittið áður á þingi. Sigurður Andersen, þannig að ég held að það séu mikil reynsla kom inn. Já, hluti af þessum 34 hafa þingreynslu. En náttúrulega, ég man ekki hvað tókunum segja, það er Samfylking og Viðreisn. Við ætluðum að hafa líka eitthvað frá flokki fólksins, frá þeim 3 flokkum sem eru í stjórnarmyndunarviðræðum. En þrátt fyrir samtals 80-90 ára reynslu í blaðamennsku, þá tókst okkur bara ekki að fá neitt úr flokki fólksins til að koma til okkar. Það voru öll upptekinn. Okkur grunar að það sé að þeim sem ekki ætlast til þess að þau séu að tjá sig. Við dróðum það ályktun. Við vorum einmitt að ræða hérna frammi ætli við séum ekki svona leiðilustu viðmælandi sem getur fengið núna, vitum lítið og segjum enn minna. Nei, ég bara byrjum að spyrja þér, nú búið að kjósa að segja þingmann býður þá ekki svona með óþreyju þar til að þú getur sest inn á þing og þessi linni. Jú, þetta er mjög sérstök upplifun ef ég á bara að vera mjög heiðuleg með það og ég var nú aðeins að ræða þetta við Pavel hérna áðan að þetta var mjög stutt kosningabaráttu, 6 vikna sprettur, það var bara mikið á dagskrá, maður vaknaði snemma og var lengi að, svo hvernig koma kosningar og þá er bara smá svona tómarúm sem tekur við, þetta er ákveðna svona samningsnefndir að semja stjórnarmyndun og einhvern veginn hægt að taka þátt í því að einhverju leyti, en svona maður er svolítið svona að ná sér aftur bara niður eða ég mitt spenntur að bara fara að byrja. En hvað ferð að vita? Talar við Kristrúnu og tökur stöðuna? Það er þingflokksfundir. Já, það er náttúrulega bara haldir reglulegir svona þingflokksfundir sem við farið bara yfir að helsta en það er mikilvægt í svona viðræðum. Það er ekki að hringja formannin og spyrja? Nei, við raunin bara veitum formanninu gott umboð og sýnum henni traust í þessum viðræðum og svona því sem við heyrum þá gengur bara ágætlega og þá verðum við bara ánægð Sem þið eru vongóð þetta getur orðið? Já, ég meina, þetta er náttúrulega verkefni sem við erum að vinna akkurat núna, þannig að við að sjálfsögðu erum vongóð að það náist. En maður skynja það líka, mér finnst það nú kannski skemmtilegast út í það, maður hefur tíma til að vera svolítið út í samfélaginu og bara hitta fólk og ræða við fólk sem hafa búin að ræða við í kosningabaráttunni og svo framvegis að það er allavega mikið svona spenna í samfélaginu, skynja ég fyrir þessari ríkisstjórn. Já, maður skynjar það, alveg langt út fyrir jafnvel flokkana sjálfa, fólk svona er bara svolítið spennt fyrir þessu, finnst það vera eitthvað nýtt, finnst líka einhvern veginn vera eitthvað svona spenna fyrir því að það sé verið að hlusta á það sem kemur einhvern veginn upp úr kjörkössunum, að það sé svona einhvers konar stjórn fólksins sem geti verið að verða til og það er bara gaman að heyra að það sé svona spenningur í samfélaginu. Pavel, þinn flokkur, Viðreisn, er svona í líkilstöðu? Við erum í ágætis stöðu, fengum náttúrulega frábæra kosningu. Já, og líkilstöðu varðandi stjórnarmyndun? Ég held að við séum í ágætis stöðu, já, það er alveg ekki drátt metið og ég líka að maður hefur séð það og skynja það, ég held að fólk sé almennt spennt fyrir að vinna með okkur allavega margir og við höfum líka séð á könnunum að það eru margir sem kjósendur margar flokka sem nefna okkur sem mögulega samstarfskost, þannig að það er bara gott. Ertu sáttu við þessa leið sem er verið að vinna núna? Ég vil formaður hefur bara fullt umboð mitt og annar í þingflokknum til þess að fara í stjórnarmyndunar viðræður og við í Viðreisn förum þetta ekki í slíka viðræður til þess að það náðu árangri, það er ekki sýndarmennska í því. Já, meina það sem reyð.
Það eitt varandi stemmingun í samfélaginu sem er mikil meðbyr með þessu, maður heyri það og það, ég nefndi nú einn áðan, þess vegna ég nú að benda á að kannski fólk sem aðra kosti líka, að ef að þessu verður, að þá verður þetta í eitt að fáu skiptum þar sem að enginn af stjórnarflokkum heldur áfram í ríkisstjórn, síðast gerðist það 2013, þar áður 1971. Þannig að það kannski ferskleikinn sem ég held að við séum að upplifa, fyrir þetta náttúrulega mjög gaman að sjá 3 konur vera að ræða saman en það ég held að sé þessi viðsnúningur að fá þá bara eitthvað alveg nýtt. Af því að hitt var náttúrulega, þeir slógur þetta ekki metið á höfnun á ríkisstjórn, af því það var meira 2013. Það er rétt, ríkisstjórn á Íslandi hafa oftast fallið annarkvort á miðju kjörtímabili vegna þess að fólk er bara búið að fá upp í kóka sjálfu sér eða eftir kosningar þegar menn einhvern veginn reyna að lesa í einhverja stemningu í þjóðfélaginu og fá nýjan að borðinu og langoftast er það samt þannig að einhverja starfandi stjórnarflokkum heldur áfram. Nú var útreið þeirra þetta slík að þau voru kannski ekki nefndi stöðu til þess að vera að gefa spilin. Eftir kosningar, eitt flokkur, ríkisstjórnarflokkur þurrkast út og aðrir fá sögulega bestu niðurstöðu allra tíma. Báðir Framsókn Sjálfstæðisflokkur hafa aldrei komið verið út af þessu. Nei. Þeir eru samanlagt með 90 þingmenn sem voru 38 þingmenn. Og ég man ekki hvort hann er með þá þessi sem að gekk yfir í miðflokkinni í 38 tölunni, eða hvort það fór upp í 39. Og svo má líka hafa í huga því að út af hennum margumræddu dauðu atkvæðum að þá ætti fylgi Sjálfstæðisflokksins ætti ekki að gefa hennum að 12 þingmenn. Þannig að afhróð ríkisstjórnar er meiri heldur en þingmannafjöldin segir til En það sem við vorum að ræða áðan mögulega stjórnarmyndun og það sem var svona mesta spennan er það hvort að Viðreisn geti sætt sig við þær umtalsverðu umbreytingar á velferðarkerfinu sem að má lesa úr kröfum Flokks fólksins. Já. Nú er spurning hvort ég segi no comment í 30 mínútur ég meina þetta er spennan í þessu. Ég held að það séu kannski allir sem átt að segja á og lesi stefnuskrá flokkana í hinum þessum málum að það eru staðir það sem við erum sammála og það eru staðir sem getur orðið einhver meiri umræðum en ég held að þetta sé bara viðfangsefni formanna að tækla þessi mál og reyna að finna út úr því og ég held að meðan því stendur þá sé kannski, ég vona fólk síni í skilning, ekkert mjög heppilegt að einstaka þingmenn úr þeim flokkum sé að tjá sig hvort eitthvað sé rosalega erfitt eða hvort eitthvað sé mjög auðvelt. Eina sem ég get bara sagt er að eins og við höfum séð við umræðum í sjónvarpi þá virðist fara ágætlega á með formannaflokkana, þau skilaboð og það sem við höfum fengið að heyra frá þeim er að við gangi ágætlega og á meðan það þá er ég sæmilega vongóður að sé hægt að loka þessu af því að eins og segi þá fer Viðreisn ekki svona viðræður nema í þeim tilgangi að ljúka þeim og mynda hér starfhæfa stjórn og það höfum við til dæmis gert í Reykjavík í tvígang og ég held að það sé ágætt og við fundum það ágætt hjá kjósendum því að við verðum stöðuleika á miðjunni sem það sem atkvæði nýtast til þess að koma á starffræði ríkisstjórnarlandinu fyrir heldur en síðar. Nýji Framsóknarflokkur, heitir þetta? Ég meina, Framsóknarflokkurinn má nú kannski alveg eiga það. Hann hefur gengt í hlutverki í íslenskri pólitík mjög lengi og það er reyndar athyglisvert að hefur verið sambærilegur flokkur í Pólandi sem er bara hinn pólski Framsóknarflokkur sem heitir PSL og hefur starfað í 100 ár og rauninni gengt svipuð hlutverki, jafnvel starfað með þá kommunistum á tímum kommunismans og svo verið í alls konar ríkisstjórnum þar á eftir. En ég meina, það má alveg virða það við fólk ef fólk er alltaf tilbúið að setjast niður og ræða við sína pólitísku andstæðinga og reyna að komast að niðurstöðu og ég mun ekki taka því sem nýðirði ef það verður orðsporti sem kemst á okkur að við séum flokkur sem er tilbúin að ræða þessi á niðurstöðu. Sem þið myndir þá vinna á næstu kannski 20 árum því að þetta er náttúrulega svona sess sem er svolítið sögulega sterkur. Það er ekki beint svona innbyggt inn í kúltúr ykkar að vera þetta afl. Við höfum alveg örugglega farið í töluverða sjálfskoðun á undanförnum 3-4 árum varðandi bara okkar áherslur hvaða er sem við viljum segja við fólk. Ég fann það til dæmis, ég skal bara segja það. Þannig þeir eru að sækja að vera miðjuflokkur?
Já, ég skal bara segja að því að svo ég segi nú eitthvað að viti í þessu viðtali á þess að segja og að eftir kosningarnar í kosningum 2017 þegar Viðreisn náttúrulega fer út úr ríkisstjórn og mælist, vera að merkja, við vorum tíma að mælast með 2,53% í könnunum þá. Og þá gerum við það sem við gerum sem að gera í svona stöðu, sem að taka upp símann og byrja að hringja í fólk. Byrja að hringja í fólk sem studdi mann áður en hafði þá hætt við. Og þetta var mjög lærdómsrík kosningabarátta. Okkar niðurstaða, mín stærsta ályktun af þeim samtölu var svo að við misskildum aðeins það að við héldum okkar kjósendur, þau sem hafði falið okkur umboðið, væri á þeir skoðum við ættum að vera algjörlega óbilgjörn í öllum okkar stefnumálum. Niðurstaða mínu samtölunar fólk, og það hefur líka íslenska kosningarannsóknin sýnt, að kjósendur Viðreisnar eru fólk sem mjög skilningsríkt á það að það þurfi stundum að gera málamiðlanir. Ef að kjósendur Viðreisnar eru spurðir á bilinu 0 til 5, hvort það sé stefnufesta eða svona óbilgirni eða málamiðlanir skiptir máli, þá raðast kjósendur Viðreisnar mjög mikið málamiðlanmegin og reyndar af flestum flokkum lengst í þá veru. Þannig að við höfum fundið að hjá okkar umbjóðendum, hjá okkar kjósendum, þá mikill skilningur af því að við þurfum stundum að gera málamiðlanir til þess að mynda starfa stjórn og það eitt af stóru svona ályktunum sem við höfum dregið í sögu flokksins. Og hinn þetta svo að það mikill áhugi og það fundum við líka öllum þessum fundum sem við tókum við verslunarmiðstöðum annars staðar að það sem brennur á fólki eru kjör. Það eru kjör fólks. Það eru hlutir eins og vextur og verðbólga og ráðstöfunartekjur. Og það það sem við lögðum mjög mikla áherslu á þessari kosningabaráttu og uppskárum eftir því. Þetta hljómar kannski eins og endurskoðun Samfylkingarinnar eftir að Kristrún varð formaður. Já. Að fara út og hlusta á fólk og endurmeta flokkinn út frá því, eða hvað? Já, ég held að þetta sé nú kannski líka bara svona eiliga verkefni stjórnmálafólks og stjórnmálaflokka að missa aldrei tenginguna við fólkið í landinu og eina leiðin til að rækta þá tengingu er náttúrulega bara að fara og hitta fólkið þar sem það er og ræða við það það sem að skiptir þau raunverulegu máli. Það er alltaf svona áskorun að hætta, maður einangrist einhvern veginn í einhvers konar fílabeinsturni, hvort það er í sveitastjórnum eða alþingi. Þannig að mikilvægt að vera með puttan á púlsinum varðandi þetta. Og þetta er það sem Kristrún hefur gert, hún náttúrulega hefur lagt höfuðáherslu á efnahagsmálin. En með þá sýn að það að ná stjórn á efnahagsmálum veit okkur svigrúm til að geta veitt hér góða þjónustu fyrir íbúa landsins, byggt upp vegakerfi, byggt upp heilbrigðiskerfi og svo framvegis. Þannig að þetta er bara svona klassísk efnahagsstefna að vera með öflugt atvinnulíf sem borgar fyrir velferðina og þessi samhljómur er bara víða í samfélaginu og ég skil vel að fleiri flokkar heyri það sama, áhersla á efnahagsmál, áhersla á kjör, því þetta er bara sem skiptir fólk mestu máli og kemur fram hvort sem það er einmitt bara á svona samtölum í verslunarmiðstöðum eða í rannsóknum Gallup, að þetta er bara það sem er efst á baugi hjá fólki. En gætu við sagt að ástæðan fyrir veikri stöðu Sjálfstæðisflokksins VG og Framsóknar væri að þau hefðu ekki farið í þessa vinnu? Svo ég spyr ykkur sem stjórnmálaskýrendur en ekki þingmenn. Já. Þú þekkir aðeins til í Sjálfstæðisflokknum, þú varst þar ekki? Já, mér fannst alltaf ef ég setjum við þau spor að vera stjórnmálaskýrandi en líka bara þáttakandi í þessum leik, þá fannst mér alltaf Sjálfstæðisflokkur mjög lengi að ná vopnum sínum í þessari baráttu. Mér tók eftir því og var svo sem ég geta harma það, en þau voru menn það var lengi einhvers konar tilraun til þess að reyna að láta umræðan að snúast alla Reykjavíkurborg eða innflytjendamál eða hluti sem Evrópusambandið, já það var aðeins í lokin, að hluti sem upp til hópa fólk hafði ekkert rosalega mikinn áhuga á að ræða. Þegar þú ert búin að vera í stjórn landsins í nokkra áratugi, þá er það nú gríðarlega veik vörn að benda á eitt sveitarfélag og halda þið fram að heimur væri betri bara ef við höfum stjórnað þar líka. Þannig að það voru kendur meirihlutanum í Reykjavík verðbólgu. Já, það er bara gríðarlega veikum málflutningur og mér fannst það vera kannski mistökin sem gerðu mjög lengi en ég var svo mikið harma þau því að mér fannst þetta ganga bara ágætlega meðan að þau voru að hjakkast í því fari. En svo svona kannski inn í lokin þá kom fram það er eins og menn hafi átt að segja mögulega þegar þú ert að skila þig búi þá sé gott að halda þig fram að þú verður ekki klúðra öllum. Þannig að menn fóru svona aðeins að reyna að tala það sem allir sem hafa verið stjórn eiga að gera, sem að reyna að vera svolítið stoltur af verkum sínum
af því að þessi ríkisstjórn alltaf byrjaði þannig að þessar kosningar bara byrjaði þannig að þau sem fögnuðu helst endalóku ríkisstjórnar voru fólki í ríkisstjórninni sjálfri. Og það auðvitað, þú vinnur enga kosningar. Og í kosningabaráttunni stigu við fram til þess að segja okkur frá því að raunverulega hefði ástandið verið ennþá verra heldur en að við reiknuðum með. Og þú kýst sko ekki, þú nærð ekki endurkjöri í stjórn húsfélags ef að þú ert manna fegnastur að losna það nút sko. Það ábyggilega gerist oft. Ekki eins og það sé mér eftirspurn eftir því að sitja þannig stjórnum í Þjóðarbá en það nú samt bara þannig. Guðmundur, má ég spyrja þig AFG? Já, það má alveg spyrja út í VG, mér finnst nú þessu eru frændflokkar? Já, akkurat. Sko, það náttúrulega bara gríðarlega erfitt að koma út úr þessari ríkisstjórn og þessi stemningi fyrir ríkisstjórnir var náttúrulega engin og hvernig svona einhvern veginn allt spilaðist á lokametrunum. Ég meina, Pavel er búinn að rekja það ágætlega að þau gátu ekki einu sinni hafa staðið með því að vera í þessari ríkisstjórn, ætlaði að taka eitthvað svona lokasprett að vera á móti öllu sem hefði gerst í þessari ríkisstjórn. En ég skynja það líka bara frá öllum ríkisstjórnarflokkunum að ég gæti ekki útskýrt hér hvernig þau sæju næsta kjörtímabil fyrir sig. Þetta var svolítið svona verið annarkvort að fegra eitthvað sem að illa hefði farið eða gagnrýna jafnvel eitthvað sem þau sjálf borið ábyrgð á. Mikil gagnrýni á Reykjavíkurborg. Maður sá það hjá Sjálfstæðisflokknum að það er ekki mikil samstaða innan Sjálfstæðisflokksins. Það voru reknar 2 mjög aðskildar kosningabaráttur bara í Reykjavík. Þau byrjuðu fyrstu vikurnar með algjörlega andlitslausa kosningabaráttu sem ég held að sé alveg einsdæmi í íslenskri stjórnmálasögu og sérstaklega hjá Sjálfstæðisflokknum. Það sem að strætisvagnaauglýsingarnar voru allar bara svona veggur af texta en engin leiðtogi, engin skýr skilaboð og svo framvegis. Þetta er líka til að setja með þessa texta að ég held að það hefði verið sko á bíla 60 skilaboð eða eitthvað. Já, það var eins og þetta ekki eins og ákveðið þetta að keyra sérstaklega. Nei, akkurat. Og maður veit það líka bara og maður skynjar það og maður náttúrulega umgengst mikið af Sjálfstæðisfólki komandi á mínu sveitarfélagi á Seltjarnarnesi þar sem er sögulega mikið af fólki sem hefur kosið Sjálfstæðisflokkin í það minnsta. Og ég tel að jafnvel sko stór hluta þessu fylgi sem enduðu með að fá var ekki fólk sem kaus flokkin með brós á vör sko. Þannig að sumir bara fundu engan annan betri kost að lokum og enduðu með að kjósa aftur sinn gamla flokk en býða bara breytinga innan flokksins. Mér fannst að í svona lok kosningabaráttunnar þegar sömuleyti Sjálfstæðisflokkurinn varð svona svolítið skýrari og skarpari að þá á sama tíma fannst mér svona Sigmundur og Miðflokkurinn svolítið missa flugið og ég held að hafi flætt mikið yfir bara það sem að voru kannski sjálfstæðismenn sem að voru efins sem stöðum flokksins og voru svona komnir á miðflokksvagnin að þeim hafi bara eiginlega ekki alveg litist á miðflokkin á síðustu vikuna sem ég held að hann átti ekki góða síðustu viku. Nei. Svo er alltaf kannski verður líka að segja og þá alveg hrósa og skilja eftir hrósti sína pólitíska andstæðinga þar sem þau standa sig vel að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf er með ágætismaskinu í að hringja fólk og tala við það beint og ég veit að það er eitthvað sem skilar árangri og ég held að það hafi líka haft sitt að segja á lokametrunum ef þú ert að velja til dæmis milli Miðflokksins annars vegar og Sjálfstæðisflokksins hins vegar og þingmannsefni eins flokksins hefur samband við persónulega en ekki hins þá hefur það áhrif og ég veit að þau sóttu vel á og unnu góða vinnu þar og náðu árangri með það sko. Samfylkingin var með mjög öflugt útríkjavir. Já, það var náttúrulega stór hópur sjálfboðaliða sem tók þátt í baráttu Samfylkingarinnar og við fundum bara mikil meðbyrði með þessu símtölum en ég sko líka út í við erum svona eitthvað að greina kosningabaráttuna að það er kannski líka ef við svona bara þú setjum puttan á það að þú veist hvað var verið að kjósa og hvað kjósuðu voru að kalla eftir þeir voru að kalla eftir breytingum og fráfarandi flokkar gátu ekki boðið upp á breytingar þeir voru að kalla eftir trúverðugleika í efnahagsmálum og fráfarandi ríkisstjórn var ekki með trúverðugleika í efnahagsmálum og svo var ákall það að fara að byggja upp innviði okkar fólk sem er bara að fara að þekkja og finna í einn skinni að það er að fá lakari þjónustu en það gerði áður fyrr að þessi einhvern veginn svona tilfinningin í samfélaginu að við séum að reka ríkið og kerfin okkar þannig að þau séu ekki að standa undir sér og þessi 3 þættir bara, var fráfarandi ríkisstjórn ekki búin að standa sig vel í og þetta verða bara verkefni nýrra ríkisstjórnar það er að koma eitthvað breytt átsýnd á stjórnmálin að fólk upplifa ekki að vera bara meira því sama að við náum stjórn á efnahagsmálum og bara, sem eitthvað trúverulegt plan líka fram á við í efnahagsmálum og við nýtum svo svigrúmið sem verður til að byggja upp innviðin okkar, heilbrigðiskerfið, vegakerfið og svo framvegis. Þannig ef að þetta næst, að þá náum við að svara kalli kjósenda. Það sem kom fram bæði þegar það var að gera skoðanakannir hvað eru kjósendur að kalla eftir, hvað kom upp úr kjörkössunum og núna eru 3 formenn að ræða stjórnarmyndunar viðræður og ég bara vona að þær nái að búa til stjórnarsáttmála sem að næri utan þessi verkefni, sem er svona skýrt ákallum. En þá komum við einu sem var svolítið rætt í aðdraganda kosninganna og raunverulega svona bara undanfarið ár
það var ekki bara þessi ríkisstjórn var sett Íslandsmet í óvinsældum eða litlu trausti og þá sko forystumenn þessara flokka bentu á það, já það á nú við allan heim. Það nú bara, við erum komin í þann tímabil stjórnmálana að það bara óvinsælt að stjórna og sjáuð hrun fylgis við þessa ríkisstjórn við miðjuna í Danmörku og sjáuð útreiðina sem að Macron að fá í Frakklandi og sjáuð stöðu stjórnarflokkana í skoðanakönnunum í Þýskalandi og þið kannist við þetta. Þannig að þó að sé gaman fyrir ykkur að ykkar flokkar sé að fara inn í ríkisstjórn að þá þetta ekkert happy-go-lucky framöndan. Það verður öllu líkindum þurfa sko flokkarnir og forystufólkið að berjast fyrir því að halda sér uppi þannig að hafi eitthvað stuðning meðal fólks og það erfitt að vera að stýra eitthvað staðar í andstreymi, linnulausu andstreymi alls staðar frá. Hafið þið trú á því að það sé bara þannig að við lifum þannig nútíma að það bara óvinsælt að stjórna? Það vil lengi vera gjaldkýr húsfélagsins. Það spurningar alltaf í gegnum tíðin að hafa þetta ríkisstjórnin oft mist vinsældir þegar á líður en mjög hratt en samt enga síður þá eins og höfum reyndar bent á Íslandi það hafa stjórnarskipti oftast ekki endilega orðið í gegnum niðurstöðu kosninga heldur eitthvað annað en ég veit ekki auðvitað eins og allir þá hefur maður fulla trú á því að það sé hægt að stjórna landinu þannig að fólk þannig að árangur nást og fólk kannski mögulega kunna meta en það sem ég finnst kannski þá vinna með okkur og reynsla sem ég dreg út úr því til dæmis í samanburði við ríkisstjórn sem ég fór í ásamt Bjartir framtíð Viðreisn og Sjálfstæðisflokks. Það var hvað sem verður ekki sagt ríkisstjórn sem hafði bara minni og ekki að breiða skírskotun og þau mynstur sem nú geta orðið niðurstaðan hvað sem þau verða. Það var ríkisstjórn sem var náttúrulega svolítið svona hægri borgar suðvesturhorns miðuð og hún var byrjað með einsæta meirihluta og náttúrulega var dottir niður í minnihluta í skoðanakönnunum mjög hratt og þetta líka svolítið sem slæmt fyrir stjórnarflokka ef að fyrsta mæling eftir að stjórnin mynduð sýnir að hún fallin í almenningsáliti. Þannig að það nú einn af reynslum sem ég dreg út úr þessu að það er gott að mynda ríkisstjórn sem hefur aðeins meira fylgi heldur en bara mjög nauman meirihluta á bakvið sig því að það hefur áhrif á vinnuandan og stemninguna ef að fólk finnur að það hrarar mjög hratt undan. Og ég held að þessi stjórn, þessi flokkar sem núna að tala saman, það auðvitað breiðar í skírskotun, hvort sem við tekur bara kjósendahópana eða hún með meirihluta allstaðar á landinu í öllum kjördæmum og í flestum þykjuhópum. Þannig að það er svona eitthvað sem ég finnst sóknarfæri á alla hitt stjórnarmynstri sem ég vanur að taka þátt í. Já, svo eftir að koma stjórnarsáttmálinn og þá einhver sem sakna síns máls og alveg örugglega. Já, líka til að koma í ljós hvernig stjórnin er mynduð. Það er alltaf möguleiki á að mynda stjórnum fá stór mál. Það er alltaf möguleiki. Þó að kannski hitt sé algengar að það sé reynt eiginlega að adressa öll mál sem að geta komið upp og gera samkomulega áður en lagt á stað. Ég meina það er allar útgáfu til að svona stjórn. Þannig efnahagsmálin skipta mestu. Og ef það hægt að ná tökum á þeim. Við ætlum bara að gera þetta á fyrsta 1,5 árinu og svo bara endurnýju við stjórnarsáttmálann ef það verður. Ég meina það, svona útgáfur eru til, ekki kannski algengar hér en maður þekkir þetta víða. Þú veist, ef það er ákall einhverja tiltekna breytingar í samfélaginu, að fara ekki að ræða hval og Evrópusambandið, hvað á að gera við það? Þetta er eitt af þessum málum. En svo ég kannski grípi boltan aðeins á loftið áður en ég fara að svara aðeins að vera að segja no comment við þessari síðustu spurningu. Ég kem náttúrulega ekki nálægt þessum viðræðum. Það er bara formenn sem leiða þær með varaformannum. Ég hef þessar myndað meirihluta í tvígang í Reykjavík og mín reynsla þar er kannski svo að við bæði skiptin reynt að vera sæmilega tæmandi á þá málaflokka sem maður kemst yfir. Það er bara ákveðin æfing í því að takast á við ágreining. Að því að stundum eru það innan gæsalappa að það geta verið einhver lítil mál. Það geta verið einhver mál eins og göngugata hér eða ekki þar, svo ég takki það dæmi, sem eru síðan ekkert svo, sem eru kannski lítil í stóra samhengi hlutina, en geta valdið
stórum ágreiningi. Þannig að sjálfsögðu skipta breiðustrókurnar miklu máli en það líka ágætt sko að venja sig svolítið á það að tækla hinn málin snemma að því að við viljum ekki að þau hafi þau áhrif að sem vata sér einhver óróa þar kemur. Og það eru bara ákveðna æfingarleysi og ágreiningi sem skiptir náttúrulega mestu máli því að hlutinir sem eiga eftir að valda ríkisstjórnum vandræðum eru oft ekki hlutir sem koma upp í viðræðum sjálfum sko. COVID var aldrei inn í myndinni áður en það kom. Já, en Guðmundur Ari, þessi svona, hvað var þetta, áróðusherferð gegn Deyfi ekki sinni, hann fekk mikinn andbyr og finnst okkur ekki öllum þetta svona hafa gengið á langt? Jú, ég held að það hljóta að vera sko. Og það er líka ágætt að aðgreina sko að fólk og kjósendur eiga fullan rétt á að mynda sér skoðanir á stjórnmálafólki og vera mjög ánægð með einhverjum stjórnmálamenn og óánægð með aðra. En það er annað þegar að keyra svona bara rándýrar herferðir gegn einum einstaklingi það sem er sko teiknuð mjög svona eitthvað svört mynd af einhverjum einstaklingi og með svona óljósum skilaboðum og þetta var, ég myndi bara segja það verið gengið alltaf langt gegn honum í þessu en mér finnst hann samt hafa bara svona staðið sér vel í þessari baráttu að hann er náttúrulega reyndur stjórnmálamaður hann hefur lent í alls konar áskorunum á sínu stjórnmálaferli og bara, heldur áfram að vaksa og dafna sem stjórnmálamaður, sko. Þannig að maður skynjar alveg, að sjálfsögðu, fólk má bara hafa alls konar skoðanir, en svona nýðherferðir gegn einum stjórnmálamann í alþingiskosningum, ég hitti ekki mikið að kjósundum, neinna flokka sem var að tengja við þetta. Ég heyrði fleiri segja, ég er nú bara spáði að kjósa ykkur með að mér finnst þetta bara ekki í boði, en ég veit ekki alveg hvaða nál var verið að reyna að hreyfa með þessum skilaboðum, En náðu að fella hann í mitt sæti, eða ekki? Jú. Það var alltaf nóg margir sem spurning hvort það hafi verið út af þessar herferð eða áskorun formannsins sem það var en ég langar samt að segja að því að og sem betur fer ég held að ekki mikið af svona herferð beins gegn okkur beinlinis við heldum nægilega fengið svona að vera dálítið frí fyrir því en ég verð samt að segja að það er þetta dálítið svona ágalli á okkar lagaumgjörð að ef að maður hefur áhuga á því að styrkja ákveðinn málstað stjórnmálaflokk, þá getur maður styrkt hann 550.000 krónur og síðan ef maður er fyrirtækjaeigandi þá getur maður styrkt hann jafn mikið viðbót hann 1,1 og ef það er gert þá koma þessar upplýsingar allar fram í ásreikningum stjórnmálaflokka sem og allar upplýsingar hvað stjórnmálaflokkarnir nota sitt fjármagn í og það er hámark og það er engin nafnleynd. Ef að maður vill fara fram hjá þessum lögum þá er hægt að búa til félag áhugamannum X og Y dælt í það fjármagni og þá er bæði hægt að gera þetta nafnlaust og ekki, það er engin hámörk sem þar gilda og við þurfum kannski bara aðeins að spyrja okkur ef að þú ert farin að auglýsa í miðri kosningabaráttu að kjósa eitt flokk umfram annan eða einhverja flokka umfram aðra eða einhverja einstaklinga umfram aðra ertu ekki taka þátt í kosningabaráttu og er ekki eðlilegt að gildi einhver laga umgjörð það sambarleg þeirri sem gildi stjórnmálaflokk. Nú megir eyða þú og fyrirtækið þitt megir eyða 1,1 milljón í þessar birtingar. Ég meina Bandaríkjamenn og lönd sem hafa komist miklu lengra við í löggjöf fjármagn í tengslum stjórnmálaflokka eru bara með umgjörð. Þeir eru nú að sumir þetta gefist upp fyrir og þar geta auðugt fólk og fyrirtæki haft alveg hryllilega áhrif. Það eru samt eitthvað superpaks og eitthvað svona, það er eitthvað kerfi kringum það hvort það sé nægilega gott eða ekki. En ég meina ég spyr mig bara, myndi okkur líða vel með það að því út af þessum algjörðu nafnleysi sem fylgir svona herferðum getur fyrir, myndi okkur líða vel með það ef það kemist ljós að það væru erlend ríki eða einhverjir erlendir aðilar sem í skjóli nafnlenda sinnar væri að beita sér í íslenskum kosningum með þessum hætti. Ég er ekki viss að neinu myndi líða sérstaklega vel með það. Sama hvar í flokki. Það eru ógilda kosningar í Rúmeníu út af erlendum afskiptum. Já, maður á eftir að lesa þann úrskurð, það virðist vera einhvers konar þannig rauk sem það er byggja baki. Þannig ég segja upp á svona kannski eins framtíðina og ákveðnar þjóðarörgispælingar, þá finnst mér ekki galið að við búum til einhverja umgjörð það með hvaða hætti sé þetta beita sér í kosningabaráttu. Ef að fólk stígur 2 vikum fyrir kosningar og fer í hvatningum að kjósa eitt flokkum frá annan. Þá er þetta að taka þátt í kosningabaráttu. Á sínum tíma þegar ég var ritstjóri á tímaritunum Mannlíf þá var Helga Vala Helgadóttir að vinna með mér
og það voru einhverja kosningar og við fundum út leinifélögin, þú veist að tala sko. Ekki í setja á allt þetta, fundum við sér félög sem hétu all mjög sérstökum nöfnum og þar voru sem menn eða fólk búið að reka kosningabaráttöðum sína í gegnum svona áhugamannafélag sem að ekkert skattskylt eða neitt. Í prófkjörum þá? Í prófkjörum, já, prófkjörum og þar gáttum við séð sko að hvað margir eða nokkur höfðu gert þetta með peningana bara í skjóli og ef var umfram það sem bara það kostaði, hvað var þá þá peninga og við fengum mjög bátt fyrir hjá sumum stjórnmálamönnum en þetta var opið leið þarna til að reka þetta allt í félum. En auglýsingarna sem að beindust gegn Degi að þær voru ekki að hann væri sko anstíkileg mannverra eða eitthvað svoleiðis. Þetta var braggamálið, þetta var lóðaskortin, þetta var eiginlega mál sem hafa verið bara í endalausri umræðu í íslensku samfélagi og sumuleyti voru í bara kosninga stefnu eða umræðu Sjálfstæðisflokks og Miðflokks og fleiri flokka. Þannig að það var ekki þannig að það væri sko svona yfirgengilega ílgjant auglýsingarna sjálf. Ekki miskil mig, ég ekki á því að sko negative campaigning sé eitthvað sem ekki heima í lýðræðisríki þó að við höfum einsett okkur það í Viðreisn að reyna ekki að tala aðra. Þetta bara mjög sjaldgæft hér. En það sem konsept bara partur af því, ég meina það bara, það vilja hafna einhverjum jafngóð ástafa og að vilja kjósa eitthvað sko. En ég set spurningamerki við það að ég hætti að gera án eftirlits og án sama tíma og flokkanir eru undir eftirlit. Já. Með sína þýsla. Já, ég drengir eitthvað. Ert þú með fleiri spurningar? Nei. Ég get vel gert það. Nei. Já, ok, gott að koma. Nei, ég bara þeir segja bara no comment sko, þeir eru bjartsýnir á að það verði ríkisstjórn, það verði barn í brók eins og sagt er. Ég meina, ég hef enga ástæðu til þess að ætla annað eins og segja að þið viljið að þetta endi vel vilji og ekki vilji Viðreisn fer ekki í viðræður til þess að athuga málið tekka á stöðunni, styrkja stöðu sína fyrir eitthvað annað. Fyrir Evrópusambandið, þið ætla að kanna hvernig samningur verður og leggja það svo fyrir. En það er samt, það er alveg rétt. Það er eins og líka þannig að við förum ekki í þá vegferð bara til gamans. Við leggjum ekki, við erum Evrópusinnar flokkur. Ég held að það sé öllum ljós. Við leggjum ekki að staði þessa vegferð nema út af því að við trúum því að hún skili í Íslandi og Íslendingum góður í niðurstöðu. Þannig að þetta er ekki bara einhver samkvæðisleikur. Okkar eigin sýn er skýr en að við teljum að eðlilegt að þjóðinni fyrst að skrifi þar. Þið hafið fleiri aðra kosti raunverulega umfram bæði Samfylkinguna og Flokk fólksins. Þið hafið hérna svokölluðu borgaralegu ríkisstjórn sem allir tala núna. Ég veit ekki hvaðan þetta hugtak kom upp aftur. Þetta er eitthvað sem má reykja til millistíksáruna. Já, þetta er nú ekki svo óalgeng notkun á Norðurlöndum. Ríkisstjórn sem heldur kommunistum úti. Ég með þetta er ekki óalgeng orðanotkun á hinum Norðurlöndum svo það sé sagt sko. Þannig að ég ætla að ekki að amast við henni. Hún þýðir þetta bara miðju hægri stjórn í daglegu tali. Það er nú oftast það sem borgarlega á Norðurlöndum þýða. Jú, það er rétt. Viðreisn hefur verið nefnd sem samstarfsaðili mjög margra annara líka. Ég hef kannski ekkert endilega skynjað að fólk hafi endilega verið að nálgast sko, okkur frá þeim að loftum kostingum eða ekki í opinberum yfirlýsingum. Þar er mér kannski heldur að leggja áherslu á ágreiningin heldur en að finna leiðir fram í honum. Ég heyrði nú Bjarni að segja einhvers staðar að þeir var að ræða við og ég gæti ekki skilið þetta öðruvísi en að menn væri svona að þreifa fyrir. Hann er búinn að hringja í marga ár. Já, þeir menn geta haft áhrif á þessar umræður með því að reyna að lokka menn yfir í eitthvað annað. Að draga upp mynd af einhverjum öðrum leikjum, það er hluti af... Já, það kunna allir að leggja saman upp í 32 en að við erum í þessu viðræðum en ekki öðrum og þær eru formlegar, þær eru með umboði forseta til forma samfélkingarnar. Evrópumál haldið að þau ættu heima í stjórnarsáttmála? Eða eru þessi tveir flokkar bara einfallega ekki með nógu mikið fylgi til þess að ná því gegn það? Þið hefðu getað fengið Pírata til þess að styðja Evrópumál en þeir eru ekki á þingi.
En aðrir flokkar hafi ekki lagt áherslu á þetta? Þetta tímalust eitt af þeim málum sem verið að ræða sko, og þið spurðuð út í sko, hvort við myndum vilja að þetta myndi klárast. Ég lýsti því hér áðan sko, að þetta ákallum breytingar, þetta ákallum að ná stöðuleika efnahagsmálin og fara að byggja upp innviðina. Ég meina við bindum vonir við það að það náist og vonandi næsta í þessu samstarfi sem verið að ræða núna. Það verkefnið og maður bara styður það heils hugar. Kærar þakkir Pavel og Guðmundur Ari. En við sittum eftir við bræður og þurfum aðeins að klára þetta eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, velkomin aftur, við sittum hérna eftir bræðurnir, Sigurður og Magnús og ég Gunnar Smár heiti ég. Hérna, við erum búin að fara yfir þetta svolítið rækilega í þettinum. Þetta er svona biðstaða, þetta er bara tími þar sem maður má spekulera, bara út á suður. Já, við erum að gera, það getur líka verið skemmtilegt. Já. Ég er í þeim hópi sem að svona vil að þetta gangi eftir. Ég held að eigi við mikil meirihluta. Gamlu kerfisflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Ég held að það sé ekki endilega pólitík, ég held að það sé bara samt að halda þeim frá. Óski öllum þeim bara velfarnar og þetta er breyting, þetta er allt annað fólk heldur en var síðast í þessari ömurlegu ríkisstjórn. Já. Sem mun ég veit ekki hvaða einhvern heldur þessi ríkisstjórn sem að var að fara frá. Já, fái svona í sögunni. Já, slaka. Er það ekki alveg augljóst? Hún hefur búin að vera óvinsæl allan tíman og óvinsæl þessa ríkisstjórn bara síðan mælingar hófust og það er engin ástæða til að halda að sagan lægi það eitthvað Þeir voru, Svandís talaði svolítið að það væri ýmislegt sem að ríkisstjórn hefði gert. Hún vísaði í heilbrigðismál held ég frá því að hún var í, og svo náttúrulega mjög ábyrjandi hjá Framsókn að tala að bara hinn góðu verk hafi ekki sést fyrir einhverjum ágreiningi og erfiðleikum með þingflokksherbergi Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn tók síðustu vikuna í kosningunum að þetta hefði raunverulega verið árangursrík ríkisstjórn. Já, það trúi því enginn. Nei, þetta er sögulega lítið fylgi hjá Sjálfstæðisflokknum. Það er það. Bara aldrei mælst lakari og Framsókn ekki heldur. Þessi gömlu kerfisflokkar sem er búin að vera annar eða báðir í ríkisstjórnum bara svo langt sem við munum og þá er bara komin tími á að hvíla þessa flokka. Það var síðast gert 2009 til 2013 það var síðast gert 2009 til 2013 og þá var VG og Samfylkingin, það var ekki Framsóknarflokkur eða Sjálfstæðisflokkur í ríkisstjórn og við þurfum að fara ansi langt aftur til þess að finna það sem þeir voru ekki í ríkisstjórn, við bara finnum það ekki. En sú ríkisstjórn, að því að nú erum við að því að vera að tala um svona hvernig dómsögunar fær, sú ríkisstjórn hefur fengið mjög slæman dómsögunar og við nefnum hana stundum að þessi ríkisstjórn núna, að hún hafi fengið verri útreið nema þessi ríkisstjórn í kosningum.
Ólafur Þ. Harðarson hefur stundum haft fyrir því að benda á það að það sé svolítið öðruvísi vegna þess að 2013 í kosningunum voru margir flokkar sem að skilgreina má sem vinstri flokka eða flokka sem að máttu rekja til búsáhaldabyltingarnar og svona þessar samfélagslega róts sem að þá var í samfélaginu sem að tóku og þá ónýttist atkvæði þeirra og að sömuleyti þá misti Samfylkingin og VG atkvæði frá sér í þá leiðina sem að varð síðan ekki og þess svona fjall þingmannafjöldin svona mikið niður að þetta sé eiginlega að þessi dómur sem þessi ríkisstjórn fær núna að hann sé eiginlega hastarlegri. Já, mér finnst það. Þegar þau tóku við 2009, það var bara ástandi í samfélaginu var alveg skelfilegt og ekkert svigrúm til neins og svo var það Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem lagði línuna í efnahagsmálunum að við höfðum ekkert svigrúm, við höfðum enga getu, við vorum bara minnumáttar, vorum illa stödd og svo ríkisstjórnin er kannski bara aðdánuvert að hvað þau þó hengu lengi í þessu. Þetta er ómennst álag sem var á þau. En það tættist VG bara niður, en ekki. Ja. Það þingmenn vinstri grænna. Það var ósætti þar innan dyra, það var náttúrulega hart deilt hvaða stefnu þetta fara og það var langt frá því að það var einhver sátt meðal þjóðarinnar þá stefnu sem þau fóru. Það var, hvað kallar þetta, varðstaðin heimilin Skjaldborgin. Skjaldborgin. Að það varð bara mjög fljótlega af einhverju skammarirði, Þannig að Já, svo það var kannski eftir á, það allra versta í tíð þeirra ríkisstjórnar, það var sala íbúðarhúsnæðis þar sem fólk réð ekki lengur við að standa í skilum breyttir aðstæðna í samfélaginu og þá fólk hrakið heiman og með miklum skaða bæði fyrir samfélagið og fólki sem fyrir þessu varð. Þetta má ekki gleymast. Nei. En svo ríkisstjórn að sumi sem hafa verið að reyna svona rétta haganar. Ég tekið eftir í Stefáni Ólafsinni sem hefur verið að benda á að þær skattabreytingar sem þar voru gerðar skiptu máli og að hún hefði tekist að svona spýta aðeins inn í vaxtabótakerfið og barnabótakerfið og fleira. En það hefur eiginlega verið þannig að það hefur eiginlega enginn verið til í að verja þessa ríkisstjórn 2009 til 2013 en kannski verður það öðruvísi með þessa sem að veit ekki hvað verður kölluð, COVID-stjórnin Ég veit, minnst bara ekki að verja ríkisstjórnina 2009 en þau byrjuðu með það var allt brotið í samfélaginu það var alveg skelfilegt ástandið óttuðins bara þjóðar gjaldþrot og þetta var óvinn þetta var fyrir þau taka við þessu tíma var ekkit eftirsóknarvert. Nei. En það var tveggja ríkisstjórn sem að bara jafnvel sögunu til með hvernig ástand er núna. Já, það náttúrulega kom kannski mörgum óvart að það enduði bara 6 flokkar inn á þingi. Það er nú öfugt við það sem allir hefðu eiginlega spáð. Það var talað um flokkakráðakið eins og Bjarni Ben kallar það. Og nú er svolítið umræða kosningakerfi meira heldur en var 2021 og raunverulega meira heldur en var 2013. Það sem að voru miklu fleiri flokkar sem að hefðu átt að fá þingmann ef það væri ekki þessi þröskuldur. Þannig að kannski mun þetta íta undir einhverja umræðu en mér finnst nú Alþingi vera svona ansi þunglamalegt í einhverjum svona breytingum. Ég myndi ekki veðja á að það næðist einhverja svona breytingar í gegn. Nei, og það sé sem að veikja eigin stöðu gagnvart flokkakráðakinu. Við erum náttúrulega núna með einn af fjórflokkunum, VG sem bara hverfur. Framsókn var í lífshættu núna. Það er ekki svo langt síðan að Samfylkingin hefði getað þurrkast út 2016. Þannig að kannski er það svona raunveruleiki sem er nær flokkunum heldur var áður eða sem töldu þetta verið bara vandamál ykkur annara. Þannig að það geti orðið umræðið um það. Herðu, en framöndan er líkurnar á því að það verði myndur ríkisstjórn fyrir jól. Það ef að þessi ríkisstjórn gengur upp
Ég myndi halda að ef að verður líf í viðræðunum kannski segjum eftir miðvikudag, fimmtudag, að þá séu líkur á því að þetta endi í stjórnarsáttmála. Já. Ég held að við sem að fara inn í vikuna það sem að kemur í ljós, hvort að það sé hægt að ná þessu saman eða ekki. Já, ég held það líka. Ef þetta er saman að þá erum við að fara bara í svona rólega tíð, koma jól, aðvenda og við kannski tökum mið af því umræðinni hérna inni að höfum bara rólindislegra tal. Við höfum búið að vera svolítið hasar í kringu kosningarnar og við höfum eiginlega verið með fullt borði hérna, verið í sumum þáttum held ég að við komið bara 17 manns eða eitthvað í einu rauðaborði hérna. Þannig að það hefur verið lífleg umræð, þannig að mér finnst nú líklega að við svona róum þetta aðeins og tökum svona mið af árstíðinni. Já. Og hafa þá kirkjunar fólki? Nei, og líka bara gaman að tala stjórnmála kannski bara svona við einn í einu og svona reyna að draga upp svona aðra mynd heldur en í svona hasarumræðu. Mikið samanlega með það. Já, sem í sjálfum sér ekkit oft svona einhver hasarumræðu, þetta fólk að bara... Svona maður og mann, það getur verið gott, sko. Þannig að við finnum okkur að leið til þess að fjalla samfélagið. Já. Það er eftirspurn eða ekki? Jú, svo held ég að sé eins og við vorum hérna með nýja þingmenn hérna og sömuleyti það hlutur okkar og annara fjölmiðla svona hægt og bítandi að kynna þetta fólk. Já. Það er nú oft verið kvartað. Stundum set ég eitthvað svona á Facebook og svona og svo ég sé eitthvað beint að meina það svipað og ég var að segja stilt upp hérna ríkisstjórn hérna sem var í síðasta ríkisstjórnin sem var sko Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylkingin. Og ég sá að það fór svona víða, stundum verður maður að sitja eitthvað svona inn. Og daginn setti ég svona myndir af hérna úr Mogganum, af öllum sem eru hættir á þingi. Það hefðu fallið eða ekki verið í boði í sínum flokkum. Og ég setti það svona inn og ég langaði bara að heyra hvað fólk segði. Og þá kom náttúrulega í ljós sko að fólk bara var að horfa á þessar myndir og byrju, ég veit ekki hverja fólk þetta er sko. Stærsti hlutin að fólk bara veit ekki hvað fólk þetta er sem hafði setið inn á þingi í 3 ár. Og þetta er náttúrulega, og þú heyrir þetta sjálfur, að hérna, það er eitthvað breyst, ég veit ekki hvað þetta er, sko. Af hverju eru svona margir þingmenn sem að raunverulega við heyrum aldrei af eða... Hérna, fyrir einhverjum viku síðan, Smári, að þá kom til okkar ungkona, Hafdís Huld Hafsteinsdóttir, held ég örgulega, eða 3H, og Framsókn og við frábær viðmælandi ég vissi alveg hver hún var en ég aldrei heyrt hana að tala nema bara í púltuna á þinginu sko. Svo kemur hérna alveg frábær viðmælandi þannig að kannski ættum við að taka eitthvað að okkur eða til okkar af þessu að við ættum bara að leipa hérna meira fólki í gegn og kannski líka tilefni til þess að þú nú gammal þingfréttaritari og við nú stundum talað að dekka þingið með einhverjum hætti hérna á samstöðinni. Kannski að því að það er svo sneiðir á ríkisstjórninni og þinginu sem að var. Kannski ættum við að taka þetta bara, nú er mikil endurinn í þinginu og aðtókvæmt að við getum ekki friska bara upp hvernig fjallaðum þingstörfin. Finna einhverja leið út úr því í vetur. En hérna þingfréttamaður. En ekki þingfréttarítari. Á þessu er mikill munur. Þetta héti þingfréttarítari. Þá skrifuðu þeir eins og ég hef sagt hérna sko, og laðum að Morgunblaðið skrifaði bara upp allan daginn sko. Þá var komið ekki á netið og hann skrifaði bara allan daginn sko. Hann var þingfréttarítari, svo unnu þeir úr því sem hann sendi sko. En svo voru við voru þingfréttamenn. Við reyna að búa til fréttir úr. Skrifuðum bara fréttirnar okkar sko. Finna fréttirnar. Og það vantar svolítið meira. Ég er svolítið að velta fyrir mig núna eins og nú eru hérna þessar stjórnarmyndunarviðræður. Ég myndi vilja sjá svona einhverja hérna alvöru úttekt á því svona hvað ber á milli. Þú getur bæði byggt á því sem er vitað en líka þá getur þú bara getur talað af því að það er þjóð veit þá 3 vita og ef það eru 3 konur að tala saman þá veit þjóðina það er betur sko Marja Sigrún sagði hérna fyrir þettinum að hún var svona vettvangi og að hringja hingað og ganga
Þetta konust við að sko þó að veri sko fjölmiðla bann að það æst okkur upp. Já, við hefum reynt að bara stilla því upp að þú veist að þetta eru ágreiningsmálin, þetta svona búið að setla með einhverjum hætti, þetta búið að ákveða að íta til hliðar auðvitað á að fjalla þetta. Nei, líka það við munum báðir að þú náttúrulega betur en ég þegar þú og Gunnar Andrésson elduð Steingrim heim til hans miðjan ótt. Svo er það þessi stikið að koma á náttsloppnum til dyrra miðjan ótt. Það var ekki ánægð með augur. Nei, þá fórum við heim. En þið helvítinninga En það var náttúrulega ótrúlega spennandi stjórnarmynd. Jú, stemdi lifir af bandræðum þessu. Já, þegar hún sprakk ríkisstjórnin og það var að mynda hana og líka raunverulega ríkisstjórn sem var mynduð sem var mjög ólíkleg ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar sem var með sjálfstæðisflokki, alþýðuflokki og framsóknarflokki, mjög ólíkleg ríkisstjórn enda lifði hún ekki Þannig ég veit að ég myndi segja 50-50 hvort þetta næði saman þá það verði ríkisstjórn út af þessu. Hinn kosturinn þá eitthvað svona mjög skrýtnar einhver menúett sem að flokkarnir munu dansa sín á milli Já, ég segi 75% líkur. Ég held að sko þó við hafi aðra leiki í stöðinni að þarna fáið forsætisráðuneytið og það eitt með forsætisráðuneytið. Ég hef nú oft verið að benda á það. Það bara orðið svo valdalítið. Það raunverulega þetta bara, en kannski það bara frábært fyrir Þorgerði Katrínu að enda þar sín stjórnmálaferil og nýta alla hæfileikana sem að hún hefur þá til þess að tala á milli og halda góðu. Þannig að hún gangi inn í það sem að Katrín Jakobsdóttir þóttu gera vel, að halda fríð á stjórnarheimilinu. Á meðan að Kristrún færi Þorgerður Katrínika ljúfasta manneskja að tala við hana og það saman. Já, það enginn sem að kvartar undan hennar skaphöfn, það ekki nokkuð maður. Kristrún fær inn í fjármálaráðuneytið og jafnframt á efnahagsmálaráðherra sem ég held að hljóta koma að því að einhver ríkisstjórn segja menn við getum ekki haft fjármálaráðuneytið svona valdamikið Þetta er eitthvað Þetta orðið yfir ráðuneyti, allra ráðuneyta og mörg dæmum í ráðherratíð Bjarna Benediktssonar raunverulega eyðilögðu mál fyrir öðrum flokkum með því að reikna kostnaður við hugmyndir annarra ráðherra væri svo stjarfræðilegar að það væri ekki hægt og töfðu mál og þannig að það vandamál inn í kerfinu hvað þetta öflugt ráðuneyti sem hefur sogað til sín. Þetta var náttúrulega efnahagsmáli voru hjá forsætisráðherra. Þannig var það hjá Davíð Oddssyni og Steingrími Hermannssyni og öllum þeim. En þegar Sigmundur Davíð var þá var það fornminjar. Svo hafa menn verið því að það eiginlega engi verkefni inn í forsætisráðuneytinu. Og þá hafa menn verið að sækja eitthvað. Katrín sótti jafnréttismálin. Sigmundur fornminjar og þá sagði ykkur í gárungur ef við fáum forsætisráðherra sem áhuga á handbolta, þá tekur hann handboltan og við erum náttúrulega að fá forsætisráðherra kannski sem hefur áhuga á handbolta. Já, aldeilis sett svip á hennar líf. Kannski tekur Þorgerður Katrín handboltan með sér inn í forsætisráðuneytinu. Ég man að menn voru eitthvað að hlæja þessu en nú þetta kannski að fara að reddast. Og handboltin bara sendur svolítið illa fjárhagslega En svo hafa talað að fækka ráðuneytum. Það var vinstristjórnin svo kölluð 2009, hún fór með henni í 8 og sameinaði til dæmis heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytið. En það fór í 12 ráðuneyti núna. Og kostuðu bönns á móni alveg kostaði óheyrilegan pening og ég held að sé enginn sem segir að sú uppstokkun hafi verið þörf eða snjöll. Nei. 3 menntamálaráðherrar, barnaskólaráðherra, framhaldsskólaráðherra og háskólaráðherra. Sá allir þetta koma, þetta var bara stór skrítið. Og innflytjendur hafa verið að nefna þetta. Hvar eru okkar málefni og þá það þau í félagsmálaráðuneytinu, eða dómsmálaráðuneytinu, en svona íslenskukennslan, hún eiginlega í öll, þetta system mjög og var búið til náttúrulega bara í einhverju furðulegu hittum. Bara til að koma nógu mörgum í ráðherrastóla. Annars vegar og hins vegar að búa til eitthvað svona stór ráðuneyti úr innviðaráðuneytinu sem átt að vera svona helgidómur Sigurðar Inga.
sem hann bara, við sjáum það bara á göttunum og vegunum sem við keyrum að það gekk ekki upp. Já, það er ekki gött í fjöllum, það var nú einhverjir sem voru á stríðunum á því að það var fyrsti samgöngur áður hann, það sem að ekkert var í borað, ekkert fjall. En sko, ég var að hugsa það í morgun að hann tók sko fyrstu skóflustunguna á Ölfusárbrúnni og alveg óvíst hvernig hún verður byggð. Hann bara til að ná því fyrir kosningar. En Ásmundur Einar opnaði falska falska stofnun upp í Mosó. En svo var ég hugsa akkur Sigur Ingi flottur á því og tók fyrstu skóflustunguna að göngu til Eyja. Nei, Sundabraut, já. Akkur tók hann ekki. Er ekki búið að taka ekkert mann? Sundabrautinu búin að vera 25 ár. Það komið á Kattabilanum og tekið fyrstu skóflustunguna og Gundilegja. Já, það er alltaf verið að ræða það. Það var í stefnu margra flokka og þegar flokkarnir komið til Eyja þá voru látnir svara fyrir það. Hvort þið styttu göng til Eyja. Sannlega, já. Já, við verðum aðtuga það er kannski svona loðunustu svörin. Já, þetta er ekki gullin hugmynd, sko. Nei. En það verður, þegar ríkisstjórnin sem er fallin, var mynduð 2017, að þá var eins og samfélagi væri rétt úr kútnum eftir hrunið og var svona ríkissjóður stóð betur, meðal annars út af stöðuleika framlagi þrotabúanna. Og þá var og ég held að það hafi verið ástæðan fyrir þessi flokka komið saman. Það var svona hugmynd og tilfinning fyrir því að það væri afl til þess að byggja mjög upp innviði. Og ég veit ekki hvort manst þetta að þú ert að rifja upp og googla þetta, sko. Að umræðan í kringu stjórnarmynduna var mikið til innviða uppbyggingu. Það var síðan ekki af því. Má vera að það hafi verið út af COVID eitthvað fleira, en það varði ekki af því og þetta með að búa til innviðaráðuneytið var svona leifar af því, en það var eiginlega aldrei að koma inn á þetta. Og ég heyrði hann Guðmundur Ari var að tala innviðauppbyggingu, þannig að þetta er ennþá og það er það sem almenningur að gera kröfu að hérna komi ríkisstjórn sem að byggja upp innviði. Núna er ekki hægt að byggja upp innviði nema að endurskoða tekjuöflunarkerfið og það er það eru sjálfstæðsflokkur, miðflokkur og Viðreisn bara alls ekki gera það. Auðlindagjöldin muni hækka þessi þrjúna saman. Já, kannski 9 milljarða. 9 milljarða með að við hvernig ég heyri sko tónnin er að það bara hækka veiðigjöldin. En ég heyri að þau ekki vera að vísa í einhverja aukna auðlindarentu úr orkunni eða vindinum. Nei, þeir ekki segja neitt, Smári. Þær hafa ekki sagt neitt sem sko höndar á festandi nema eitthvað, ég held ég hafi lesið þetta eitthvað þar af einhverjum útgerðarmanni að auðlindagjöldin muni fara hækkandi. Engin von komast undan því. Svo er það bankaskatturinn. Þetta er náttúrulega óheyri negi peningar sem að bankarnir soga til sín. Það er bara sko ótrúlegt. Það var lækkað bankaskatturinn vegna þess að það væri raunverulega skattur á skuldara. Og ef við lækkum bankaskattin þá mun almenningur njóta þessi lægri vöxtum. Varst þú verið við það? Nei. Engin, ekki nokkur sála. En satt er þetta sagt, sko. Og talandi að þið voru svolítið að tala hvað gengið á stjórnmálamenn. Og það hefði ekki verið gengið nógu á að láta Ingu Sæland svara fyrir lofrið sinn. En það er til dæmis þegar fólk er að segja þetta, það er aldrei gengið á Bjarnar Benediktsson sem að lækka þetta. Að ég byrju hvað er vaxtalækkunin sem hún lofaði mér. Það er aldrei gert. Nei, og þá man ég líka að Inga Sæland, hún stappaði niður fótum og sagði að þetta myndi aldrei skila sér til fólks. Flokkur fólksins var líka eini flokkurinn sem satt á þingi sem var á mótið í að Íslandsbankir í Söldur. Allir hinni flokkarnir voru í prinsipinu sko sammálaði að selja bankan. Það var bara þetta óheflugu tími og eitthvað svona, Bjarni ætti ekki að gera það og eitthvað svoleiðis. En flokkur fólksins var eini flokkurinn sem hafnaði bara að selja bankan. Þannig að það er góð sérstaða að En Valkyrjustjórn, þú ert þú einn af þeim sem finnst það aðstæðanlegt orð. Þannig Valkyrjurnar eru sko svona hermenn Óðins, verja feðraveldið, Benti Þórhildur Þorleifsdóttir á, sem hefur nú sett upp Wagner-óperur. Ég myndi frekar bara skýtturna 3 eitthvað bara. Nei, ég veit ekki Valkyrjur, eða ekki, svolítið. Nei, ég veit ekki. Mér verður svo smálega sama. Bara ef það kemur góður ríkisstjórn.
Herðu, ef að setja gott í bíli? Já, endir það bara. Herðu, við ræðum saman eitthvað setna í vikunni, en þetta eru lokin í okkur í dag. Þjóðmálaþátturinn Synir Egils, hann búinn og við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið. Þakka Sigrúni fyrir hjálpina og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en mest þakka ykkur sem hafi hlustað og hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að þið eru mikilvægur þáttur í að byggja upp samstöðuna, annars vegar að byggja upp dreifikerfi bara með því að benda vinum og vandamunum og efni sem ykkur líkar hér, segja frá því að það megi finna það á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má líka segja þær útasendingar á spilaran, það spilari.is á netinu, svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útastöður hvað sem heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni, en kannski ef til vill, ég veit það ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins í þessu þætti, rauðaborðinu og öðrum þáttum samstöðunar. En það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til. En þetta safnar saman og veldur því að við getum byggt upp þennan öfluga umræðu vettvang sem að samstöðun og svo fjölmið sem að hún vill verða. Ef þú vilt stást í hópin þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónum, borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem ég sjáið hér og heyrið í boði áskrifenda og þökkum kærlega fyrir. Ég óska ykkur góðra helgar þar sem eftir aðvinni, en svo sjáumst við aftur hér annað kvöld klukkan 8 en þá byrjar samfélagsumræðan við Rauðaborðið.